Það stóra spurningin, are you ready now? Það föstudagurinn 22. mars og klukkan orðin 4 og FM 95 Blöður hafi göngu sína þennan yndislega föstudag. Yndislega og ekki yndislega, það stór bilur all land en samt fínasti föstudagur. Ég sitt ekki í mínu sæti því að við erum hér í mathöllinni upp á Höfða sem var einmitt að opna núna bara í dag og með tvo snillinga með mér. Annar hefur verið í þessum þætti nokkru sinnum og heitir Egill Vöðvingi Einarsson. Verður velkominn. Já, sætlertu. Sætlertu, hvernig ertu? Ég hef bara ekki verið betri held ég. Það gott að heyra, fílaði þetta í mathöllinni? Þetta kósi þetta. Það er verið að gera vel við okkur félagana og þetta opna núna klukkan 4 og klukkan 4. Já, klukkan 4, ég get alveg staðfest að þú ert eini maðurinn inn á mathöllinni sem bæði með bjór og rauðvinsglas. Er það klæpur það? Nei, það bara eins og sett mjög óákveðin. Nei, bara með fá maður smá rauðvin og slaka þess á og verið í radio og við aldrei verið betri. Og beint á móti okkur gestastjórnandi dagsins. Það maður sem kom mér nú bara inn í fjölmiðlabransanna og sínum tíma einn af mínum betri vinnum, Jóhannes Ásbjörnsson eða Jói, vertu velkominn. Takk að þið kærlega fyrir og takk fyrir þetta nickname. Jói ég kýs það fínt að heita bara Jói. Ertu ekki kallaður Jói? Nei, ég er ekki kallaður. Jú, ég kallaður Jói. Já, bara svona alla jafna kallaður Jói. Það líka mjög fyndið sko. Það símtal á eftir sem að ég sagði bara Jóa á hann. Ég glemdi að segja Jóa þegar ég tókað upp. Hann vissi ekki þegar ég var að biðja Jóa að koma í þáttinn, vera gestastjórnandi. Þá ákvað ég að fíblast aðeins í honum og glemdi mér að segja honum eftir símtalið að ég hefði verið að taka upp. Því að ég hringdi Jóa fyrr í vikunni og lét eins og við vissum ekki hvað ættum að kalla hann í þættunum og Egill hafði sagt við Jóa Egill hafði sagt um mig að Jói vildi vera að kalla þér Cocksucking Joe og ég var að spyrja Jóa hvað vildi vera að kalla það og Jói bara, ertu eitthvað rugg? Þannig að heyrðum það símtal hér á eftir, það mjög skemmtilegt. Við erum með nýjasta liðin okkar, hvor ykkar, og hann á sínu stað. Jói, þú ætlar að vera með kortmyndur fyrir ykkar í dag. Já, það mikill spenningur. Ég eitti gærkvöldinu í að reyna að finna 3 level af svona grófleika. Já, ég finnst það skemmtilegt. Byrja rosalega rólega og enda í einhverju sem alveg grótesk. Ég mjög peppaði fyrir því að þú sendið mér að þú hefði getað sami 10. Já, ég ætla að láta þið svo hafa hinnar, þá getur þú nýtt þær í næstu þáttum Ég fíla það. Ég líka elska þegar gestastjórnendur leggja metnað í þetta og eru bara á kvöldin að vinna í þættinum Þetta er bara skemmtilegu liður. Það svo þegar þú finnur eitthvað það sem að þú átt svo hrikalega slæma kosti að það er bara erfitt að velja á milli. Já, verður að velja. Þetta er bara beautiful. Svo Egill, þú ætlar að vera með myndur fyrir cash. Já. Þannig að það verður eitthvað skrautlegt. Ég er nokkuð sættlur í dag. Já, það er nú gott að heyra. Og síðan líka með King of Being Bald. Já, þeir eru báðið sköllóttir. Já, þetta held í fyrsta sinn í sögu FM 95 Blöð þar sem að sköllóttir í meiri hluta. Ég held að það bara ekkert gest á þau. Og hver betri í því að vera sköllóttur? Hvernig getur þú betri en einhver annar í að vera sköllóttur? Það er ekkert mál. Nei, þú einhvern veginn, hvernig þú berða, hver oft þú rakar þig, hvernig þú rakar þig, hvernig þú klæðir þig. Þú hefur hlusta á hann á þáttu ekki? Jú. Já, heldur hann sé að fara út í það, hann Egill? Hvort sé að raka sér hausinn oftar? Það er rosalega líklegt að það sé fyrsta spurning. Góða punktur á Joe. Það snýst basically það. Hver betri að vera bald? King of bald. Ég held að þetta sé, ég var að hugsa þetta, hver ætli að taka þetta? Þetta er 50-50. Já, ok. Ég veit ekki hvað tekur það. Þetta er mjög jafnt. Það er náttúrulega í upprunanum, þú veist, við eigum svolítið, það er ekki, þegar ég var að vera sköllóttur, það tók mig aðeins, þú veist, lengur en ég að sætta þið við þetta. Já, það er líka gaman að ræða það einmitt. Ég held ég að sagt frá því þessum þætti, það varst þú sem bendið mér á og ég væri að verða sköllóttur. Já, sagður hún ekki að það strípa sig, aflita sig? Jó, ég byrjaði á því. En fyrsta sem að, þegar ég var að gera grína, þeir voru eitthvað að hlæja á skrifstofunni þegar Jói, það var í einhverju atriði fannandi mynda, eða sem að Jói vorum að horfa á það upp á skrifstofu, ég sem með Jói og Bussi og Jói var eitthvað svona Jesus maður, það var alltaf hægt að sína þetta sé svo að maður sé að verða sköllóttur og ég eitthvað skellir hlægandi og Jói segir þá um mig herri, ég veit nú ekki hvað þú ert að hlæga, þú veit nú ekki mikið eftir sjálfur og ég held að þetta var eitthvað algjörn grín. Varstu in denial þá? Við erum ekki hugmyndum að vera að þinnast eitthvað? In denial, ég bara vissi þetta ekki og enginn búinn að benda mér á þetta neitt. Ok, ég meina, en það þarf alltaf einhvern vin sem segir gamli, ég er ekki að vera leiðilegur. Já, það var, ég snóðaði með 5 árum eftir þetta Já, ok, varst in denial í 5 ár? Ég var ekkert in denial, ég bara sá þetta ekkert. Þú fjast behind skalla. Hann kom aftan að þér. Hann kom framan að mér. Já, kollviki fyrst Þannig að þegar skallar kom aftan að mönnum þá þarf vin til þess að hjálpa þeim út úr. Það er skellur, En þú strípaði þig fyrst eða ekki? Alveg bara strípaði mig. Já, bara fórst bara í hann að hita hann og
Já, og nei, það var álstrýpur alltaf. Já, fórst ekki drasli yfir hausinn, hita. Nei, ég fór ekki það. Það er geggjað, sko. Bara állinn. Það er bara állinn. En fyrst að vera í vaskinn, það er nuttaður og hárnaringin og allt Já, það. það er bara, þetta er það sem ég sé mest Hversu gott er það? með hárið, bara þetta höfunutt. Myndur þú vilja vera með hár í dag? Bara fyrir þetta höfunutt. Já, ég skil. Þetta er bara sensual. Mér finnst þetta mjög sexy, Ég fekk reist oft á tíðum, bara í... Nei. Ég er bara að gleyma hvernig þú varst með hár. Þú það Ég er með sexy í myndir, dag. skal sína þér það á milli það var geggjað. Ég var mjög, sko, svona síðustu 10 árin var þetta bara ekki basic, sko. Það voru bara svona einhver, Það er náttúrulega eitt fyndnasta sem ég sé þegar þú varst í Idolinu og þá kom rokarna fyrir utan fokkerinn og hárið á Simma haggast ekki og þú varst eins og eitthvað kustur bara. Ég myndi það bara að þú er með moppu, bara svona skúringamoppu og myndi festa alla moppuþræðina á svona pingu lítinn blökk ofan á kvirlinu og svo leggur þetta bara niður. Já, skellur það. Við erum með, meira, við ætlum að fara í sturla staðreyndir líka og ég veit ekki hvað þetta eru fastir liðir eins og venjulega, aldrei að veita hann með hendi Jóa í hraðspurningarnar. Og svo ætlum við eiginlega að fá að ræða þess við Michael Jackson líka á hverjum tímabúti. Nei, við erum góð. Já, sko, ég og Jói tókum spjall á hann. Það verður intervention og eftir. Intervention? Það þarf ekkert eitthvað intervention. Ég og Jói ætlum að ræða þess viðjöðun, við ætlum að Við ætlum bara að opna, við ætlum bara að yfir hlutina. Tökum frekar bara arkelli eða eitthvað. Við ætlum að rífa plásturina og fara þessi inn í þetta. Sko ég er náttúrulega búin að sjá þessa mynd svo 2 þætt. Ok, það var ræðið eftir bara. Já, förum bara yfir þetta eftir. Svo minnum við alltaf á, fyrst við nú í boði mathallanir á, upp á Höfða, að hér eru bara fullt af stöðum. Hér er Kúliakan, Svangi Mangi, Vokon, Gangster Truck, Indikan, Flatbakan. Nei, Gastrotruck. Takk fyrir þetta. Sæti snúðar og ég veit ekki hvað Já, ef fólk er á ferðinni og þú ert hungry, kottu það inn upp í matöll upp á Höfða og gríftu í eitthvað drasl og heilsa upp á félagar. Já, og svo ég takki mér nú þitt tungumál í hönd, ekki láta The Blizzard stoppa þig. Nei, menn Íslandingar er ekkert í því. Nei, það er ekki svo snjókoma núna, sjáu þið út, þetta er fínt. Þetta er bara fallegt. En við slúðum að fá, það er eina óþægilega þegar maður er beinn einhvers staðar annar staðar heldur en í stúdíónu, að ég veit ekki einu sinni hvað er næsta lag. Yngvi, hvað er að fara í? Við erum álfur meistari í stúdíónu, Yngvi. Yngvi sér þetta. Yngvi, hvað er að fara í? Er það ekki bara Pitbull? Yngvi, heyrðu í okkur. Ekki bara Sam Smith og Yngvi sofnar í stúdíói. Heyrið mig núna? Það var þetta búið. Jú, við heyrum við þér núna. Hvaða lag er að fara í? Það er ekki að henda bara í Pitbull, Rain Over Me eða eitthvað? Þetta grínast, þú fylgur kongur maður. Þetta er hinn glemdi Pitbull ásamt Mark Anthony. Glemdi? Já, ég veit ekki eins og hvað Mark Anthony er að gera í dag eftir hann skildi við Jennifer Lopez. Það er allt í hundunum í honum líka. Hann er svona eins og svona ljóti tvíburabróður hans gæðin sem líka í Con Air. Nicolas Cage? Nei, barnanýðingurinn í Con Air. Steve Buscemi? Mark Anthony er alveg eins og Steve Buscemi. Það er endur ágætt spuntuður að segja. Hætt að kalla Mark Anthony barnanýðing. Þetta er nú ekki besta lag í heim. Hann er á einhverju snekkju núna, ennþá að rakin. Þetta er fyrsta lagi, ég hef nú komið inn að þetta er fyrsta lagi sem hann spilaði í F95 blöð. Þetta lag? Já, bara fyrir núna að verða 8 ár síðan. Já, hérna. Og það var af því að Egill, ég var nýbúin að rífast við Egilum hvort þetta væri besta lag allra tíma eða ekki. Hann tekur þetta bara með Beatlunum öllu. Þetta sé besta lag sem sami höfður. Ef ekki eitt gott lag með þessum hundleðluðu Beatlum, sko. Ef við getum farið við það ekkert um að segja. Sko, 923M views á YouTube á Rain Over Me. En hvað er nýjasta lag Pitbull? Og segja ykkur eitt, margir þumlar upp í þess, eftir að gefa ég þumal upp í þess, búm, voru að fá eitt þumal núna 2,4 M þumlar upp. En þumlar niður? Það er ekki nema 122.000 þumlar niður. 120.000? Já, en 2,4 M þumlar upp. Það er alltaf einhverju heyrur, sko. Þetta er hörkulag. Já, þetta er enda gott lag, ég hef sagt það við. Af hverju drullið Pitbull, hann er með sömu klippingu þið. Já. En eina sem ég var að spá í, núna öll vegan er slefti, ég var að spyrja þessum daginn líka, hvar er hann í dag, kallinn? Pitbull. Maður eru ekkert sinna eitt lag með honum eða neitt, er hann alveg döður? Þú verður málið, blöð, ef þú giggar allar helgar, allan á sving. Ef þú segir að þú hefði giggað yfir með Mercedes Club, þá lappa ég út af þessari matur. Þá giggar maður yfir sig, það er sem ég segja við þig. Og þarft að fá smá tíma til að slaka þess á. Nú er Pitbull bara á okkur í snekju, hann er bara í japli og kampavínu og í slöku. Jæja, við ætlum að fara í slúður og ég er ekki með neitt slúður af Pitbull, en það hef ég ekki séð skrifað hann í blöðum í svona góð 3 ár. Það er bara að skjóta því inn örstutt af því að þú ert með myndbætið þetta á hliðina mér. Og kannski er það vegna þess að ég er 3 barna úr Kópavogi, sko. Ég hef aldrei séð hann á ævinni áður. Ég myndi aldrei geta sagt hvernig hann lit út. Ég er að sjá hann
Pitbull, Það er ekki aldrei lagi með nokkuð Aldrei síðan Það er líka bara að vinna yfir þau Aldrei síðan Alltaf á vaktinni Þetta er bara svona ekk eins og við ötti Já, hann er sko ótrúlega flott. Þetta er hvíti jakka Hann er með sólgleru Já, hérna Þetta er topp maður, hann þarf að rífa sig upp samt. Ég ætla að byrja slúðrið á, viti hver Miley Bobby Brown er? Stranger Things Já, Stranger Stranger Things leikonan og Millie Bobby Brown Millie, hvað sagði ég? Miley Já, Millie Skeistarinn Byrst afsökunar á því Millie Bobby Brown sem að er líka orðin einhver stærsti áhrifavaldurinn hann í Bandaríkjunum. Hún er með 10 miljón á Instagram. Er hún influencer eða? Hún er influencer. Ok. Vitið með hverjum hún er byrjuð? Hún á kærasta í dag. Brad Pitt Nei, það eru góð 60 ára á milli þeirra. Ég ætla að vona ekki. Er hún ekki 13 ára? Hvað ár getur hún? Hún er 15 ára. Okay. Hann er á lausu, skilur við, þeir eru alltaf yngi Ég get sagt ykkur eitt, hún er 15 ára, kærastinn hennar er 17 ára. Ok. Hann gengur undir nafninu Romeo og eftirnafnið Beckham. Wow, Rándýrt slúður. Er Romeo ekki, er hann ekki eldri 17 ára? Hann er 17 ára og af þessum drengjum þeirra Beckham hjóna þá er hann með fullri virðingu fyrir hinnum sá langmyndalegasti. Eru hinnir bara svona bara average B? Nei, hann er sko að auglýsa bara fyrir Gucci og eitthvað, hann er bara male model, þetta er svona, hann slefar í Rúrik sko. Já. Hann er alveg þar mikið sagt. Ekki það ég sé að fylgjast eitthvað allt og mikið með einhverjum 17 ára krakka. Ég veit ekki alveg hvað það slefur Rúrik satt sko. Nei, ok, hann er alltaf mjög myndalur. Yfir meðalagi hugulur. Já, og heitir líka Romeo. Já, heitir Romeo sem er rándýrt nafn. Þau eru nýjasta parið og Victoria Beckham er búin að gefa blessun á þetta samband og vill meina að Millie sé alveg frábær stelpa með hausinn á réttum stað, hvað sem það þýðir, erum við göll með hann þar. Og þessi celebrities hólka sér alltaf saman. Þú sérðu aldrei þú veist, einhvern Hollywood-leikar að byrja með einhvern class clown rúmfattalega. Það er alltaf bara annað celebrity. Já, það eru örfáar undatækningar þar sem einhverju svona A-list celebrities pikku upp einhverja gengilbeinu eða eitthvað svona. Það gerist svona einu sinni á 10 ára fresti. Matt Damon. Já, Matt Damon, já. En svo er þetta líka svona með börn þeirra. eins og nú átt þú nokkuð börn, Jói, eru þau með, úst, er til dæmis Sóley að deyta einhvern strákinn með gullu matt eða? Hún er það unga en þá sko, en þetta er alveg rétt, þau gera þetta, þau hólka sér saman, þau reyna svona einhvern veginn að lína sig upp sko, þau eru svona í sama griddin einhvern veginn. Sjáum eins og núna Justin Bieber og Hailey Baldwin og þetta er alltaf verið svona einhvern veginn. Já, en ég hef aldrei einhvern veginn náða að meika þessa Victoria Beckham. Ég finnst Beckham flottur sko, ég finnst hún einhvern veginn alltaf að vera hálfgerð jógó og eitthvað. Ég var Sporty Spice aðdáðandi þegar að Spice var. Já, ég var nú alltaf Victoria, Posh Spice. Já, hún var mín manneskja sko. Já, ég var í Mel B sko. Varstu mikill M-maður? Nei, ég bara hélt með fjölla og mér varst hún langt flottust. Já, hún var reyndar, það voru alltaf mjög flottar. En eru talandi um Beckham, því að næsta slúður, þetta var eiginlega ekki slúður, en ég ætlaði að spyrja ykkur, sáu þið kveðjuna sem að Björgólfur Tór fekk frá Beckham þegar hann var afmæli? Nei, Beckham setti bara á Instastory hjá sér, I love you. Happy birthday love. I love you stóðsvo. Takkar Björgólfur Tór frá David fucking Beckham. Þeir eru saman í einhverju skíðaliftu, mökkaður. Þú veist bara besti. Þetta er friendship goals. Ég myndi borga einhverjar kúlur bara fyrir að fá þess að kveðju sko. Já, hann er sérst bara sko, Björgi Tór er greinilega bara góðu vinur. Hann er reynst honum vel. Já, en hann er ekki verið með sigga hérna sem er sér fataskápanu á IKEA í skíðaliftu sko. Hvað er með þig og ég er talað um Kallkinn celebrity hólka sér líka saman. Já, en menna Björgólfur Tór er ekki að celebrity. Nei, ég segi að Björgi er ekki með Stjána sem ég var að vinna með IKEA á sínum tíma sem sá Billy skápana sko. Nei, hann er með álega að Forbesið virkar alveg eins vel á, þú getur verið A-list celebrity og svo einhvers staðar vel staðsettur á Forbes og þá ert í línu. Já, sem ná Beckham ekki krónu við hliðin á Björgólfur Tór. Það er skemmtilega sko. Það er ekki eins og Beckham vanti penning, hann er ekki vinur hans að því að vanta penning. Miðað við Bjögga á Beckham ekki krónu. Talandu besta slúður allra tíma. Ég man eftir þessu frá því við vorum sko á poptíði í Kanada. Þá sagði sagan að Beckham færi aldrei tvisvar í sömu nærbúsunar. Það er staðfest, hvorki hann né Justin Bieber. Bara hverjum einasta degi. Og hann fyrir ekki eftir sama ból heldur. Nei, þá bara kemur svona, tekur hann braka og hendir að þeim bara. Að bara beint í ruslið. Hann ætti að selja það. Já, sjálfsögðu. Það ætti að vera skynsamur. Ég myndi kaupa einu. Dagatalið, þá fá nærbuxna dagatal frá David Beckham. Hvað myndir þú kaupa, hvað var þið svona, ef þú ætlar að kaupa nærbuxin sem David Beckham er búin að vera í, hvar kemur limitið hjá þér Egill? Ég myndi segja að nota nærbuxur og staðfestan hafi verið í þeim. Hann er bara að króta eitthvað á þar og að mynda honum í þeim og ég sé að þetta eru þær. Hvað er limitið? Kúla. Ég var hreinskilinn.
Ég myndi ramma hann inn og setja hann á vegg. Já, hann bara hendi þessu. Svo loka slúrið og ég gerði þetta sérstaklega fyrir þig, Egill, af því að hérna, ég var náttúrulega í fríu í síðustu viku, var að taka upp hérna Ólafíu fyrir atvinnum með okkar, að mér langaði að koma svona og segja við herru, þetta slúður er bara fyrir þig. Ok, hvað er með? Ég leitaði eins og ég gata slúður Stephen Baldwin. Já, ég vákaði peppaður. Hvað er að fætta með hann mikla meistara? Nákvæmlega ekki neitt. Nú bara er ég ekki að reyna að heldur líklegt. Það er heldur líklegt, segja ekkert að frétta. Það eina sem ég fann þennan trúð er að hann vil gera trúarstöð. Svona eins og Omega, hann er víst orðin svo heftalega trúaður. Elskar hann Jay-Z, eða? Já, hann talar ekki annað. Ég elskar Jay-Z líka. Já, þeir getur verið flotti saman, Jay-Z unnendunni. Var hann að opna svona Omega-stöð? Já, það er pælingin hjá hann að opna svona Omega-stöð og svo fór ég að lesa þetta eins, lesa betur í þetta. Hann frelsast svona rosalegt, hann heldur frem með konunni sinni. Þá svona skeita aðeins og já, hann fann svo ljósið kallinn. Hann hefur klárlega tekið upp sko kynlífs fíkilsspjaldið, spilað því og þegar farið svo í tólsporakerfið, Saxaholics Anonymous, grínlaust, og farið þaðan í trúna sko. Og fundið Jay-Z þannig. Þetta er einhvern veginn alltaf þessar stjórnarinn úti, það er bara að fara í meðferð eða þú skýtur það bara upp með spjaldið. Ég hugsa sem með þessar margir sem hafa tekið meðferðarspjaldið á þess að þurfa þess. Já, farið í gegnum með einhvern graut og bara upp með spjaldið. Já, þú drekka svo í félum. Takka gardínun á. Það er ekkert meira að frétta Stephen. Nei, það er ekkert að frétta hann, það er reynskilinn. Og svo er að koma út ný Bill and Ted mynd með þeim Keanu Reeves og mann ekki eins og hvað hinn heitir. Jú, þetta grínast, Bogus Journey. Já, þriðja Bill and Ted myndin. Það er rosalegt. Og ég held að hann sé nú aðeins sáttar við það að hann félagi okkar Alex Winter. Vantar honum ekki peningin aðeins meira heldur en Keanu Reeves. Keanu er náttúrulega sko Keanu er svo svalasti sko. Já, en hann er samt virkar eins og hann sé bara með 2 heilasellur stundum sko. Já, hann má helst ekki tala, hefur þú séð hann í romantic comedy. Hann er bara veistu hvað hann gerði við það er bara skelvilegast, það er bara eins og Sandra Bullock að taka hann alveglega sko, það er bara hrikalegt. Veistu hvað hann gerði við peningin fyrir það má ekki segja setning þriðju Matrix-myndina? Nei, hann gaf bara öllum öðrum í productionu peningin, make-up artistum, búningahönnum og öllum, hann bara gaf allan, hann er snillingur sigur og ég dyrka en ekki drullu yfir hann hérna. Nei, ekki drullu yfir Keanu Reeves og ég á með þess að mynda með honum. Þetta var slúðupakki dagsins, við skuldum auglýsingar og svo komum við helfeskir einn aftur. Hollur og hrikalega góður skyndibiti Exo, Jóðarshúsinu og Smáralind. Líklega besti holli skyndibitinn á Íslandi. La donne mobile, það þarf ekki mikið til fyrir rómantískt kvöld. Smá hlýju frá þér og svo pizza ristorante. Ristorante. Bragðast eins og á ítölskum veitingastað. Ef þú hatar frían mat, þá skaltu halda þig frá Walk-On mathöllinni Höfða á morgun. Því Walk-On er að splæsa í mat í tilefni opnunar á nýjum stað. Walk-On mathöllinni Höfða. Hollur og ferskur asísku matur. Skópartí í toppskónum allan mars. Falinn fjársjóður af öllum flottustu merkjunum. 50 til 80% afsláttur. Toppskórin Smáratorgi og toppskórin Grafarholti. Fermingarskraut og blöðrur. Partibúðin. The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub. 20 tegundir á krana. Brúdók Reykjavík. Frakkastíg 8A. Körfi hefur nú opnað nýja og stærri verslun í Hreyfilshúsinu við Grensásveg. Höfum bætt við okkur undirfötum og skóm ásamt því að vera með frábært úrval af fatnaði í stærðum 14 til 28. Vertu velkomin í Körfi við Grensásveg eða verslaðu á körfi.is. Attention humans, the legislature requires your compliance. Coca-Cola kynir Captive State. Þrælgóð spennumynd frá leikstjóra Rise of the Planet of the Apes með John Goodman í aðalhlutverki. Resistance will not be tolerated. Captive State, sýnd í Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. Smurþjónusta með orginal Toyota oljum og síum. Hraðþjónusta Toyota Kauptúni. Hvað er best núna? Ananas. Krónan. Allar pítsur á matseðli á 10 ára gömlu verði. Pantaðu með appinu. Eldsmiðja. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. Þetta er FM
Ghetto Gospel, Elton John og Tupac, eitt gamalt og gott hér í FM 95 Blö. Við erum í beinni útsendingu frá Mathöllinu upp á Höfða. Og ef einhver að hugsa Mathöllinu upp á Höfða, þá það ekkert skrítið því hún opnaði í dag. Og mér bara klukkan 4 á sama tíma og þátturinn byrjaði. Já, gæti ekki henda betur. Fólk að Tínast þetta inn. Já, þetta inn. Það ekki orðið að stappa, þannig að fólk getur mætt og tilt sér, fengir að borða. Hér eru 8 veitingastæðir og hver öðrum betri. Mikið af spennandi kostum, sko. Og nýr staður sem heitir Indikan, sem ég hlakka til að smakka. Við fáum að smakka frá öllum þessum stöðum í dag. Það mjög kósi. Við erum búin að fá að smakka kúliakan og mjög annað með Indvest. Já, Indian algjörst. Þessi henni sætir snúðar. Þá getur þetta að leggja sumakötti með til hliðar eða ég fæði eitthvað frá þeim, sætir snúðar. Við endum þar, sætir snúðar. Það er nú eitthvað sem að Michael Jackson myndi fíla. Staðið fyrir hann. Hætti að ræða hann. Hann er búin að eiga erfiðan maður. Herðu, það er hins vegar komið að nýjasta dagskráralið FM 95 Blöð sem að ber heitið Hvor ykkar. Þetta er svona nýjasti liðurinn okkar og hann er nú ekki flókin. Þetta eru 3 spurningar og þið þurfum svona að ræða ykkur á milli hvor ykkar ykkur finnst. Ég ætla að byrja bara einni þægilegri hvor ykkar er svalari, Jóhannes Ásbjörnsson eða Egill Einarsson. Þetta er bara auðvitað þetta svar. My cocksucking Joe. Á hann alla veitingastað á Íslandi? Já. Hefur hann verið í business með Money Sim? Já. Er hann með það háan testa, hann er sköllóttur? Já. Hvað hef ég fram yfir cocksucking Joe? Nefndi eitt hlut. Stærri handleggi búið. Sko, nú getum við farið, þetta er svona reverse rifrildi, sko. Nú er ég orðin, sko, spikfeitur áramótin. Hvert leita ég eftir ráðum til þess að líta þess betur út? Ok, þannig að þið eru að rífast að þér finnst Egill svalari og Egill finnst þú svalari. Þetta er svona svolítið á svona öfugum forsendum. Ég meina, Egill Einar, þetta er vöðvinginn, sko. Já. Og ég náttúrulega svolítið bara 3 barna í dag. Finnst þér þú svalur, Jói? Ég upplifði þetta ekki beint þannig, sko. Þetta er svona... Finnst þér þú svalur frá vondspurning, sko? Sko, það eru svo, sko, skilgreiningin á töffara er svo víð. Já. Getur komið úr mismunandi áttum, sko. Rosalega munur á Jóa bara núna og fyrir svona 2 mánuðum eftir að hann heyrði mér og vildi alveg taka mataræði í gegn. Það er alltaf að sjá hann. Fór í keto en? Hann var að tad overweight. Sjáðu Joe. Það er rosalega vont fyrir sköllótta menn að vera aðeins svo feitir. Ég átti bara svona undir 4 augu með agli. Bara, heyrðu, þetta er að fara, þetta stefnir í óöfni. Ég þarf að gera eitthvað. Og stoppa þetta? Já, þá sendi hann mér bara og lagði allt í sölurnar. Sendi mér og meira þess að búin að skrifa, fekk vördskjall. Það var bara Diet Cocksucking Joe. Með nafni og öllu. Þannig að sko, ég myndi alltaf vóta Egil þarna. Hann er svona vöðvinginni maður sem hefur gengist upp í því að rosalega DJ og... Já, þetta er muscle boy og svona sko. Egil, finnst þér þú svalur? Nei. Jó, þið finnst það. Mér finnst þú svalur. Máli er að Jói einhvern veginn byrja bara að fíblast eitthvað í sjónvarpinu með Money Sim og allt í unna spólum 10 ár fram með tíman, hann á alla veitingastað á landinu. Það er okkur, við þurfum ekki að ræða það. Þú veist, hvernig átti ég að keppa við það? Næsta spurning. Þetta er alveg rétt hjá honum. Þið fáið bara sér. Ég tek þetta bara. Jói fæ bara vinningin hana. Þá er það næsta. Hvor ykkar er þið betri bachelor? Þá er ég að tala ég var að horfa á Bachelorette á einhvern þáttinn daginn. Ég er búin að sjá alla seríur. Ég er huge fan. Þetta er náttúrulega sko, það þarf ekki að ræða þetta sko. Það er Egill. Já, ég meina hann er búin að, hann hefur gefið út kennslubækur bara topiki sem ræðist. Já, reyndar, það er góðu punkt. Og pluss það, ég er búin að vera sko í 21 ár bara í læstri sambúð sko. Ég veit ekkert, ég er alveg gjörsamlega stropaður. Ef að kona myndi skila mig núna, þá væri ég bara einhvers staðar niður við 11 ár bara í tjálki að reyna að hösla sko. Það er bara BFM að gera niður þig. Ég er bara að hjálpa Joe. Nei, þú ert ekki að hjálpa neinum þegar þú tala svona. Ekki einni manneski á Íslandi er það að hjálpa núna. Þú ætla að fara bara... Þú er bara loftið og geispar og kemst í sleik. Já, þú erum alltaf að fara í næstu eftir þetta komment, en hvor ykkur haldið þessi græðari? Það myndi ég segja var í cocksucking Joe. Sko, ég er með... Það er bara út af því að sko... Þetta er mjög einfalt. Ég er með full set of hair. Já, ok, hvað getur ekki verið græðið? Nei, málega þetta sem þýðir að, þú veist, ef ég væri mjög hárið testa og væri hárað með farið og testosteroni tætir að hárið og stjórnar kynnkvöt og ég menna Joe er sköllóttur í dag, sko, sem þýðir hann er vel græður.
það ekki? Jú, konstant, alltaf það Það er þannig Já, þetta er alveg, ég tek alveg undir þetta sko. Ég náttúrulega veit ekkert sko hvað Egill stendur í þessum málum en ég get bara að tala fyrir mig, já, ég er mjög græð ég get alveg sagt þér eitt að árið 2010 þá vorum við að leggja stað í ameríska drauminn og við áttum að finna nafn á liðin okkar Egill stakk upp á 2 graðir Já, sem varð svo 2 harðir Já, frábært nafn á liðin að ferðast til Bandaríkin At the time fannst mér á góð hugmynd 2 graðir 2 harðir Þannig Jói fær 2 sigra Ég gæti reyndar alveg sko við gætum diskuterað þessa síðustu spurningu svolítið Ég get alveg svona reynda að færa einhver skynsamlega rök fyrir því að ég væri mjög graður En þú veist Ég held bara að þetta sé hár rétt hjá okkur Ég held bara að tækla þetta bara hár rétt Skulum bara halda það þannig og fara í upp á slæmið ennþá í dag og það heitir vangaveldur Er einhver sigur í, þú veist, vann ég eitthvað? Já, það er fritt á sæti snúðar Kóngurinn Vissi að ég myndi fara langt En þegar við sýrist að 12 eftir myrkur Og ég tek að mér þessi koronu klingur Ég horf á hana og ég allt þetta skilið Vangaveltur ég nóg fyrir ykkur ég nóg þegar við sýrist að 12 eftir myrkur Og ég tek að mér þessi koronu klingur Ég horf á hana og ég allt þetta skilið Vangaveltur ég nóg fyrir ykkur ég nóg Það held ég þér að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við þakkum ykkur kærlega fyrir það. Það er Auðun Blöndal, Egill Einarsson og Jóhannes Ásbjörnsson sem að standa vaktina í dag til 6 eins og alla aðra föstudag. Og talandi Jóa, þá tók ég upp símtal fyrir vikunum þegar ég var að biðja hann að koma sem gestastjórnandi í þáttinn og eins og þið heyrið í lok símtals þá gleymi ég mér að segja honum ég hef verið að taka þetta upp. Ég ákvað að fíflast aðeins í Jóa með nafnið Cocksucking Joe og láta svona eins og Egill hafi sagt um mig að Jóa hefði beðið þetta nafn á sínum tíma. Skulum bara heyra hvernig þetta símtal var. Tjekkum á þessum. Halló? Sællinu, rauti hérna. Blessaður. Hvað næstu? Ég er bara eins og nýs. Nei ekki? Hvað er það brasa? Bara eins og nýs. Ég er bara nýr á fabriku. Já, ok. Skrifstofunni. Já, ég ætla að tjekka rándýrt hvort að þú geti verið með okkur sem gestastjórnandi á föstudaginn í FM 95 blöð. Já, þú meinar. Já. Já, það er reyndar ógeðslega gaman. Hver er í fríi? Hvernig? Steindir náttúrulega ennþá bara í tökum, þannig að þetta er þá ég, þú og Egill. Já, það er bara, hljóðum bara frábælega. Ég þurfti aðeins að tjekka bara, rúlluðu kalendarið og tjekka ólunni, sko. Ég held að sé ekkit sem að ég er ekki að fara að gera neitt, sko. Það er ekkit föstudaginn sem hægt að starta það, sko. Það væri mjög skemmtilegt. Ok, geggja. Það væri stemming. Ég skal bara láta það vita, leið mér að heyra bara í, nú tjekka aðeins bara östuð, ég bjallaði bara eftir hálftíma eitthvað. Já, það er eina sem ég var að hugsa, ég var að tala við Egill á hann og mér stóð svo steikt að því að ég nenni ekki að mér finnst það hálf ógætlegt að sjálft að vera að kalla eitthvað Cocksucking Joe en hann sagði mér að þú hafi stungið upp á því nafnið sjálfur þannig að ég veit ekki hvort að getur ekki Hvað segir ég? Að ég hafi að þú hefur stungið upp á nafninu Cocksucking Joe hvort þú getum ekki breytt í eitthvað Að ég hafi stungið upp á nafninu Cocksucking Joe? Já Við Egill? Þegar þú komst síðan ég skildi hann ekki alveg hann var eitthvað að tala um að ég spurði hann, ég var eitthvað að segja honum að við ætlum að fá þig og þá bara já, við þurfum að kalla hann eitthvað annað en Cocksucking Joe og hann eitthvað, já ok, hann reyndi að stakka upp á því nafni Þetta grínast, ég kom að því viðtal til ykkar Egill var úr með svona 19 rauðinsglöss og ég var ekki búin að þóða með við þá var þetta bara hey, Cocksucking Joe Þannig að þú átt ekki þannig Nei, já, jú, ég hringdi Egill og sagði hann, Egill, það var að spekula því, ég kom með leit svolítið á Jói Idol og allir þessum ég var að hugsa Cocksucking Joe, er það ekki eitthvað? Getur þú ekki byrjað á því og svona komið því í dreifum? Ok, ég skil ekki okkur, ég fatta ekki að vera þegar þú segir þetta, nei, ég skil ekki að fatta það Já, hann er náttúrulega ekki í lagi, sko, svo fyndi, sko Hann er þá bara að vera að trolla mig með þessu, sko Já, það er greinlegt, ég hefði látið mig detta í hug mörg önnur viðurnefni en Cocksucking Joe En sko, svo er svo fyndið, svo náttúrulega, sko
svo fyrir fólk að velta fyrir sig, sko, byrjum, hvaðan kemur þetta? Byrjum, hvenar sauð Jóhannes einhvern tímann titling? Hvaðan kemur þetta? Ég er meira þess að hugsa þenn daginn, ég þarf eiginlega að opna kjúklingastað, bara til þess að geta einhvern daginn svona einhvern eðlulegan svona Við getum farið inn á það föstudaginn, rætt þetta. En hvað viltu þá við séum að kalla þið? Svo hittum að Hjörvar, Jó, Kokk, Rikki, Hey, Cocksucking Joe, ótrúlega menn hjóli þetta. Við þurfum að ræða þetta þá í þættinum á föstudaginn. Já, En hvað viltu þá við köllum þið? Það hefur nú gengið ágætlega en bara fyrir því að kalla mig Jóa, bara fyrir 15 ár. Þið getum alveg haldið því áfram, sko. Ég þarf ekki eitthvað viðnefni, sko. Nei, ég veit það, ég er ofugsað þetta. Herru, tjekka hvort þú getur verið með okkur og bjalla þess á mig. Ok, þá heyri ég Cocksucking. Ok, bye. Bye. Smirnoff kynnir Sóna Reykjavík 2019 dagana 25., 7. og 7. apríl í Hörpu. Skópartí í toppskónum allan mars. Falinn fjársjóður af öllum flottustu merkjunum. 50–80% afsláttur. Toppskórin Smáratorgi og toppskórin Grafarholti. Í upphafi var orðið og orðið var undirbúningur. Í Kringlunni finnurðu fullt af allskonar fyrir ferminguna. Allt frá bindunu til borðbúnaðar og dressinu til drykkjana. Úrvalið er endalaust. Kringlan af öllu hjarta. Hollur og hrikalega góður skyndibiti. Exo, Jóðarhúsinu og Smáralind. Líklega besti holli skyndibitinn á Íslandi. Hver ekur eins og ljón með aðra hönd á stýri. Ísbúð Huppu, Selfossi, Álfheimum, Spöng, Kringlunni og Garðabæ. Núna eru öll skemmtilegu leikföngin á tax-free afslætti til sunnudags í Hagkaup. Hagkaup, meira gaman alla daga. Auðun Blöndal skyggnist inn í líf fremstu atvinnumanna þjóðarinnar. Ég er búin að elta nokkra íþróttum en ég hef aldrei séð svona. Þau eru Katrín Tanja, Mér langar ógæðislega mikið að vera best í heimi. Halldór Helgason, Sunna Tsunami. Þú gætir lamið með eins og harðfisk eða ekki? Ég færi leitt með það. Martin Hermannsson, Ólafía Kristinsdóttir og Rúrik Gíslason. Þú ert bara vélmenni. Atvinnumennir okkar snúa aftur á Stöð 2 sunnudaginn 31. mars. Tryggður áskrifti síma 1817 eða bara á stöð2.is. Það eru Lotto og Hámark sem færa atvinnumenn okkar á Stöð 2. Ef þú hatar frían mat, þá skaltu halda þig frá Walk-On mathöllinu Höfða á morgun. Því Walk-On er að splæsa í mat í tilefni opnunar á nýjum stað. Walk-On mathöllinu Höfða. Hollur og ferskur asísku matur. Hver elskar ekki vöfflur? Það er 20% afsláttur af öllum vöfflujárnum núna í Bíkó. Mikið úrval af fallegri gjafavörur. Sjáðu úrvalið á snúran.is. Ármúla 38. Loksins er komið app sem gerir okkur betri í hverju sem er. Nýja Lotto-appið er komið í loftið fyrir allar tegundir snjallsíma. Lotto. Appið okkar. Enski barinn er með happy hour frá 4 til 7 alla daga. Sjáumst á Enska barnum við Austurvöll. Þú átt skilið betri pizzu. Black Box Borgatúni. Nú gerist eitthvað alveg nýtt. Við kynnum hybrid snjalljeppan Lexus UX. Komdu og kynnstu þessum nýja og byltingarkennda bíl í Kauptúni á morgun milli 12 og 4. Lexus. Allar pítsur á matseðli á 10 ára gömlu verði. Komdu í heimsókn, Eldsmiðjan. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. Topp tónlistarstöðin. FM 957. Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we can't tell the party, cause we both hate everybody, we're the ones they wanna be like.
Blöndal, Egill Einarsson og Jóhannes Ásbjörnsson með ykkur í beinni útsendingu hér frá Mathöllinni. Það föstudagurinn 22. mars, svaða íþróttadagur, það Ísland Andorra á eftir. Já, og heldur betur. Must win leikur fyrir okkur Íslandinga. Já, við ætlum á EM. Já, og ef þau eru ekki með ákvæða hvað þetta að horfa á hann, þá mæli ég með Keiluhöllinni sem með besta sportbarinn á landinu. Já, ég get gert það líka. Mælirðu með þeim stað? Já, þetta fýtt staður. Er það ekki? Ódýr bjór og frábær gæði og líka góður matur þarna. Vængirnir og bara pítsurnar og allt þetta. Þetta er svona svo alvöru ykkur fyturlukkar að búa þetta til. Einmitt, tal það gárakvöndin. Og svo líka, já, Keflavík KR og, já, Tindastóll Þorvaldsson. Hver vinnur Keflavík KR? Ég held að KR-ingarnir stelið því að í Keflavík, svo eins gott að stólarnir minni vinni fyrir norðan. Hvernig er þetta? Nú er ég lítill korribolta áhuga maður, fylgist ekki mikið með. Stólarnir í fanta formið, það ekki? Nei, byrjuðu rosalega vel. En það er búið að vera hyggst á okkur, en þetta er að koma aðeins núna. Ég er full að trúa á þessu, en við ætlum ekki að ræða íþróttir hér í allan dag, því að Jóhannes Ásbjörnsson, hann fekk heimavinnu fyrir þáttinn og það var að semja hvort myndur frekar. Já. Og þú hendur það í gerkvöldi, sagður? Jú, gerði það. Þú ætlar að henda mér og blöðu í það. Já. Þetta er svona, það gripu sig gamlir útvars svona prep-taktar. Ég varð óður og það var hægt að fara með þetta í svo margar áttir. Ég reyndi að finna svona element sem að, þú veist, gætu svona grafið djúft skarð á milli ykkar tveggja. Eitthvað sem að snertir ykkur báða á svona mismunandi hátt. Ég er til í það. Ég er með þess að peppa það fyrir þessu núna. Já, fyrsta spurning af 3. Og ég ætla að taka bara clockwork, þannig að Auðun, þú byrjar að svara og svo Egill. Til í það. Hvort myndirðu vilja vera í frábæri formi for life? Þetta er svona for life spurning. Þannig að þið ákveðið núna og allt sem að gerist eftir það er bara að eilífu. Hvort myndirðu vilja vera í frábæri formi með skalla eða spikfeitur með þykkt og fallegt hár? Þetta er eiginlega létt. Ég myndi vilja vera í formi og sköllóttur. En þá bara aldrei vaskinn og nuttið á. Nei, eins og ég hef sagt margótt við, þá get ég alveg lifað hans að láta þrífa mér hárið, sko. Þetta er samt svona, þú veist, við erum að tala um hár bara eins og hérna gæinn í ER, hérna Patrick Dempsey. Þú ert bara með svona dagspjækir sem er bara hár sem út frægur fyrir hár. Þú getur sett það í tagl og... Já, þetta er bara svona hár sem að fólk bara wow. En hversu getur þú sagðið að væri a tad overweight? Er ég bara tad? Er erum að tala um þetta Rikki? Er þetta, þú veist, það liftar alltaf koma honum heima frá sér? 140 plus. Það er 0 áhuga á því, þannig að þá tekið hitt. Líka orðin vanur að vera sköllóttur. Þetta Blö er náttúrulega í góðu formi og hann er annað valmöguleikinn hann. Já, þetta er aðeins að völdara fyrir hann, ég játa það. Þetta er pínu meira trikki fyrir þig. Já, ég bakka til að heyra hvað Egill segir þetta og Egill, verður hreinskinn. Já. Þú veit úr alltaf eitthvað svona Þetta er erfiða spurning sem ég fengi. Sko, Valur, þú ert ekki með höfuðlagið í að vera snúðaður. Nei, ég held ekki, sko. Ég er bara eins og, ég veit ekki, einhver ekkus held ég. Ég er kallaður ekkus. Já, þetta væri erfitt. Lífið er þið búið. Það væri heldur erfitt. Þetta var léttur með þetta fér Blö vel, sko. Getið tattúverið á skallan og svona dreigja aðteglina, þú veist. Þú hlýtur að velja. Má ég vera 140 kíló, vel þykkur, þetta kannski 350, 220 í bekk. I'll take it. Nei, þetta er ekki vöðvar. Nei, ég get verið svona frekar. Þú ert overweight. Ég get verið overweight og samt alveg svolítið hraustur. Svona típisku strongman gæi. Ég er kraftlítingamann. Practice what you preach. Hvað er það að vera enga þjálfari og vera spikfeitur? Ég ætla að vera kraftlítingamann með þykkt hár. Já, sko, ég samtið þetta. Þú mátt vera svona gamalt vaxtarættabuff, samt lungfeitur og algjörlega, þú veist, ógirnilegur á alla kanta, sko. Ég ætla að vera með tagl og aðeins of þykkur. Aðeins of? Nei, þetta er ekki aðeins of. Ég er eitthvað 140 kíló. Já. Og þetta er ekki allt vöðvar, sko. Ég vissum myndi segja þetta. I'll take it. Nei, svo leiðilegt. Veistu hvað það er? Allt nema skall. Veistu hvað er gaman? Eins og áðan. Það vil meina það, það sé bara allt nema skall. Eins og áðan var ég að Blö á æfingu sportsinu fyrir þátt. Og ég fór upp, ég opnaði glænýjan túbu, geltúbu og sett hann í hárið og ég hef aldrei skemmt mér það vel. Og þetta er búið bara. Þessu sorglegu lífi lifur þið. Bara skemmtilegt sem gerir að opna geltúb. Ég man samt. Var það að ferðast eða eitthvað? Ég man þessa tilfinningu. Líka þegar maður skiptum gel, prófaði nýtt gel og bara svona fuck, þetta farið með mig maður. Ég man bara þegar maður kipti fudge og mér skæði þetta að setja fudge í hárið. Já, æðislegt. En að velja, ég myndi frekka vilja lifa lengur og vera í formi heldur en að vera offitu og með þykkt hár. Ég veit ekki. Við getum rifist þetta í allan dag. Nei, ok, fyrir
með næstu. Herðu, næsta spurning. Hvort myndu þið borða heilt kíló af litlum kúkamólum sem bragðast eins og súkkulaði eða borða heilt kíló af súkkulaðimólum sem bragðast eins og kúkur? Ok, sko. Er þetta bara svo nóg á kropp? Nei, þetta er meira eins og bara tvöfaldur Nóa Sirius konfettkassa á jólunum. Ég er að gefa Jóa, þessi er erfið maður. Ok, sko, en ég er að þetta er mjög gott á bragðið. En technically kúkur, það ekki? Jú, þú bara færðir, þú ert að borða bara... Sko ég held að sé ekkert svo slæmt að borða kúk, sko heilsusamlega sé. Ég held að bara það fær bara í gegnu þig og skýtur þig aftur, sko. Þetta er svona kúkur úr einhverjum öðrum, sko. Ég nenni ekki að borða það. Já, ég get ekki verið að láta nappa með að vera að geta skít. Þannig ég þarf að taka hitt. En veistu hvað það er vont? Hvað? Að borða kúk? Nei, ég veit það ekki, ég hef ekki prófað það. Og kíló, veistu hvað lengja þig? Þetta er svona 6-7 klukkutímaði. Kíló, þú situr bara með 2 lítra Coke Zero og döðlar í þig bara við eldhúsborðið heima og grætur. Ég ætla að geta hreinræktaðan kúk sem bragðast eins og súkkulaði svona ókropp eða konfekt. Ætlar að taka það? Já, ég tek það. Ég geta kíló og skít? Já. Er hægt að vera eitthvað vitlaus í þessu dagskrá heldur en þú ert? Án gríns. Ég er bara completely honest hérna. Já, bara completely dumb. Ég ætla að fara í hitt, ég ætla ekki að borða kúk. Sko, ein leiðin væri að, sko, bara keira í sig viski og vera bara mölvaður og klára, sko, þetta smakkast eins og súkkulaði. Ég get ekki drukkið viski, ég róm ekkert laumiki. Ég get ekki drukkið viski, ég bara kúast. Eða hvað sem er, sko. Bara whatever gets you off. Þetta er ekki rauðvín og... Það var ekkert málið því hvað þú ert að drekka. Ég getur ekki vodka og orkudrykk. Já, frábært, þá ferðu í hann. Erum ekki að tala um viski hérna? Get ekki drukkið viski. En þú myndir taka kúk sem smakast eins og súkkulaði? Já, ég menna ef þetta er gott á bragðið þá ég þetta bara. Ég get ekki verið að láta það spyrjast út í þess að ég geta skít, þannig ég tek hitt. En þú, hvað tekið þú? Ég myndi klálega geta kúkinn, sko. Kúkinn, já, ok, er ég svona vitlaus? Þú veist, ég myndi bara reyna að gleyma því, sko, og svona klára þetta bara. Já, ég meina, þú veist, ég skitið á mig blind fullur og ég gleymi því ekki daginn eftir, sko. Skeistu á þig? Ég er að tala um bara að þú gert eitthvað að þér. Já, skeistu ekki fullur. Nei, í þessu samengi var þetta alveg eins og það. Já, reyndar, góð punktur. Ég veit ekki dæma að verða Blondie Elton. Ekki skitið á mig sinni á 7 ára. Það er nú reyndar svolítið hár aldur. Já, ég veit að ég var í fótbolta og ég nefndi ekki heim. Næsta á króknum. Ok, þriðji. Nei, það var í breiðastu. Þessi er svolítið flókin. Ok. Síðasta. Já. Veit ekki alveg okkur ég fór þangað. Kóti bara með það. En ég allavega satt bara einn í gær með kaffi og bara fór þangað. Já, trúðu mér það er ekki einn með viski og barnalegt er þennan þátt. Einn með viski, sko, hvort myndið þið horfa á foreldri ykkar stunda kynlíf daglega það sem eftir er á ævinni eða joina inn einu sinni til að láta það hætta? Hvaða viðbjóður Þetta sem eftir er ævinni. Þetta er eitthvað bara einu svona dag, þá ert þú bara settur. En sko, þau eru ekki gift lengur, mamma mín og pabbi. Þú eru bara sætta ef það er Blondie. Já, ég er löngu búin að sætta með það. Ég er að tala um hvernig ég horfa það stund á kynni. Bara mömmuðina með alls konar gæm. Alls konar gæm? Viðbjörn, hún er á föstu. Þau eru bara komið að það í bara smá reunion. Já, reunion einu sinna á dag. Sko, á 60 aldri. Ef þú ætlar að hoppa að vera með, þá er þetta einu sinni bara. Ekki vera að flækja dagskrárliðin með einhverju svona. Nei, ok, með skilnaði. Sko, flækt líf mitt fyrir. En blöð, ef þú myndir bara, spurðu, ef þú myndir hoppa inn og vera með, hvað var hlutverkið þitt, myndir þú segja það? Það veit ég ekki, hvað það maður að gera? Þarftu bara að taka þátt í öllu rögninu? Skal ég áta það að ég svona einhvern veginn teiknaði ekki upp lið B, C og D í þeirra spurningu. En sko, ég get ekki eins og bara sett mér spór auðvitað viðbjóður. Ég gæti ekki joina, ég held ég þyrfti að horfa bara. Á hverjum degi? Men það er enginn að stunda að kynna hverjum degi. Hvernig getur þú svona vitlaus á spurningu? Þetta er bara hverjum degi? Segðu bara einu sinni viku frekar. Nei, ég ætla bara að halda með þetta. Hverjum degi? Daglega. Á hverjum degi? Þú að fá þér náður í pop og finnst þið það líklegt ég ná mér í pop og gós þannig að ég væri spenntur fyrir þessu. Þetta er líka bara það slæmt. Þetta er líka það slæmt, sko, að þú varst alltaf að gera þér ferð heim til að vera viðstættur milli 8 og 9. Já, sem er þetta hræðilegt. Hverju kvöldi, sko. Okkur klukkan 8. Já, það er bara hvernig sem er. Þetta eru tveir hræðilega. Já, þetta er bara bæði viðbjör. Ég get ekki fara að joina þetta rugl. Æ, ég skal taka skrifið. Hvað? Ég hellum bara mökkaðan, tek eitt kvöld og þá er þetta búið. Þú ert með? Og síðan er þetta búið. Hvað þú er að hverju kvölda sem eftir er? Þetta er bara frá. Ég er ekki með þá. Nei, ég veit, þú situr satt í leysibórum pop og kók, sko. Nei, jú, þú ert með.
Hvað er þið fyrsta skrefið þitt Egill? Ég veit það Fræðileg spurning, líður illa strax Já, herðu, ég held Egill bara fáum lag, við þurfum að róa okkur hérna eins Yngvi, hendur nú einhverju svona góðu þægilegu lagi eftir Reyn og mig var ekki aftur Nei, það er búið Hlusta á FM 95 Blö. Við erum í beinni útsendingu frá Mathöllin í Bíldshöfða sem er glæni mathöll opnaður klukkan 4 og hér sitja Jóhannes Ásbjörnsson undirritaður Auðun Blöndal og vöðvinginn Egill Einarsson. Thanks Joe. Hárur rétt og sko þetta lag brings back memories maður Þetta lag var alltaf í hverjum einasta þætti þegar FN95 blöð byrjaði Við erum að fara í svona gömul og góð Ég ránaði mingu hann í stúdíónu Skemmtilegt Það standaði vel Yngvi Alvöru DJ Herri, við höfum nóg framöndan og við höfum að fara í spurningakeppni Gils King of Being Bold Hver er betri að vera sköllur? Ég er svo peppaði fyrir þessu, ég get ekki beðið sjá hvað vinna Ég er eiginlega bara jafn hresk og svo er það myndir fyrir cash en fyrst eins og við töluðum í upphafi Auðun og Nei sko, málið það Sko það er intervention Nú er þetta þannig Þetta er ekkert intervention Nei, svolítið þegar einhver í fjölskyldum og drull á sig og það fara alltaf Nei, það fara alltaf í stofu og það er rætt málin Nú þarf þú alveg að hætta að tala og leifa okkur allir að stýra atbyrðarásinni Þú verður að leifa okkur aðeins að Þú ert búin að skýta vel og nú þurfum við fyrirlega að ræða málin Þetta er samt sko, ef við ætlum að fara rétt að þessu þá er hann ekki kannski búin að skýta en hann er búin að lifa í afneitun í rosalega langan tíma og núna fyrir ekki svo langur síðan þá kemur í ljós í 2 90 mínútna heimildaþáttum kemur sannleikurinn í ljós Michael Jackson Michael Jackson Eða Týndir í Hvergilandi eins og hún hét á RÚV Já, Týndir í Hvergilandi En ég er að veltaði fyrir mig smá einskott Ég hef eftir að sjá þessa mynd Ég hef að sjá gaggrinni það sem er að búa til myndina eru sjálfur að kæra og vilja fá okkur miljara í bætur Gæti verið að myndin sé svolítið bias í áttina því er þetta hlutlausmynd, ég veit það ekki Þetta er intervention Þú verður að vera algjörlega Ég er bara að velta öllu steinu núna Já, það má ekki En þú ert bara að sjá þetta, ég eftir að horfa á þetta og það kemur bersynlega ljós að Michael Jackson er var þá, hann er dauður, þú veist það Hann er látinn, hann lést Við kíktum á leiðu hans blöð í ameríska draumnum og þá sagði ég við því að það er búin að Sko, ég get alveg viðkynnt að horfa á þessa mynd var með því sko óþægilegra sem ég hef gert lengi Þú veit Michael Jackson aðdóttur nummer 1 á Íslandi Ég er ekkert nummer 1 á Íslandi og það finnst mér líka pínu skríti Ég ætla ekki að nefngreina fjölmiðlinn þá hringdi ég mig frá fjölmiðl og spurt mig hvort ég vildi tjá mig eitthvað Þú ert Michael Jackson Ísland Þú ert andlit, þegar fólk á Ísland hugsa á Michael Jackson hugsa á Blondell Ertu eitthvað rugglað? Ég er bara að segja, það er nákvæmlega hann Þó ég dansa á nokkrum ásatíð Ég þykir nokkra sem að hafa mismælt sig og sagt bara Michael Blondell Út geggjör að taka dansinn það er engi betur í Ísland að taka Michael Jackson dansinn en blöðar Svo var líka Rakel, hún var að segja við þurfum að horfa á þetta, viltu horfa á þetta það er bara verið eitthvað fjölskyldumæðlur minn við horfum á þetta og það var mjög óþægilegt Hvað var óþægilegt við það? Einhverja lýsingar að hvort af átt sér stað Hvað var hann að gera? Ég hef eftir að sjá þetta og margir hlustundur á sama stað á vöðvingin eftir að sjá þetta, hvað var hann að gera? Þú ítir bara play og þetta er bara óþægilegt þá þú ítir á stopp En þá hætti maður ekki bara að byrja fljótlega Nei, þú vilt fá þetta í þig þú vilt bara einhvern veginn Það var mikið að litlu börnum hana Nei, þetta eru 2 drengir sem eru að kæra Sko, það er endar eitt í þessu sem ég verð að taka fram Þetta er erfitt að verja myndina og allt það og þetta var ógæslegt og ég er ekkert að verja Michael Jackson En ef þessi 2 drengir hefðu bara stigið fram og sagt, herru, núna verður þið bara að segja hvað gekk á þarna í Neverland og þessi maður var hræðulegur maður, punktur basta En að þeir séu að fara fram á 100 miljóna í einhverju löffræði máli og þessi mynd kemur á sama tíma og þeir að kæra þá er maður svona pínu það er verið að sækja pening en auðvitað er myndir hræðilega og þetta lítur skelvileg út, ég er ekki blindur Sko við sinnum við þetta það, núna er náttúrulega Michael farinn og Dána búið bara að safna peningum og það er enginn að eyða bara endalaust eins og hann gerði Ég kíkti á leiðið hans Já, þið gerðu það En sko trikkið í þessu það að þeir virka svo rosalega trúverðir þessi gæjar og það er einhvern veginn ótrúlega erfitt annað en að bara hugsa fjandinn, það er bara engin leið að setja svona hlut á svið sko. Og hvað var hann að gera? Var hann að jafla þessa krakka? Hvað var hann að gera? Var hann eitthvað allsbjörn hlaupað hvað var í gangi hérna? Bara ég hef ekki séð þetta var bara Ok, það er náttúrulega alltaf við höfum alveg rætt að FN95 blöð á það er mjög skrítið að þeir var að sofa upp í hjá honum
sagt. Já, ég held að það væri bara því að hann væri krakki líka og þetta væri bara svona slípó. Þú ert ekkert mikið með ykkur 5 ára ykkur nágrunna en að sofandi upp í hjá þér. Nei, ég er bara að segja, þetta er sérstætt, eða ekki? Já, það var það sem ég var að segja. Þetta er spes. Þú þarft ekki að fara með eitthvað á... Sko, þú voru að horfa á þetta Ég þarf að horfa á þetta. Þeir hefði átt að vera eitthvað 4 fótum. En nú ætlum ég vel að vera með blöð. Næst þegar þú ert, þú tekur stundum dansin, það er uppáhalds atriðið mitt. Ég hef ekki tekið Jackson dansin í veislustjórnun síðast þegar ég dansaði Michael Jackson var í úrslita þætti Ísland Got Talent seríu 1. Er þetta afneitunum? En ekki segja mér að það sé dautt, þú ert geggjaður í því. Ég hef ekki þetta afneitunum. Ég er bara að segja að ég hef búin að dansa hann svo ofta. Þegar að blöð tekur upp hanskan og hér og kemur hattinn það er rosalegt maður. En ef það er dautt, það væri mjög sorglegt. Ef ég væri veislustjóri í kvöld, ég nefndi veislustjóri annað kvöld, þá væri mjög skrítið að koma með hattinn og hanskan. Ég hugsa að fólk myndi, er þetta tíminn? Það er sko málið er að það sem ég hugsa ef þú setur Michael Jackson í samhengi við Elvis. Nú ert þú búin að make a living í mörg ára á því að vera Jackson í henni íslenski Jackson. Ég er ekkert búin að make a living. Þú ert en íslenski Jackson. Ok, ég ætla ekki að lifa ykkur að ná mér. Svo gefur bara einhver sjónvarpsþáttur og bara strýpar þig af ærunni, bara af daglega brauðinu sem að borgar mjólkin á borðinu bara alla daga. Það er alveg skellur. Það er ekki búin að strýpa með ærunni og ég er ekki íslenski. Þetta er bara eins og fyrir Jóhannes Eftirheim eða Guðni Ágússon hefði lent í sömu sporum. Ok, ég spyr ykkur núna. Hverju má ég herma eftir þetta? Það er allt steindautt hérna, hvað er að gera? Finnst ykkur að ég hætti að spila tónlistinans? Þá spyr ég ykkur að því. Hætti að spila hann hvar? Hvað er hún að spila þetta? Við spilum alls Michael Jackson. Ég veit að, ég nefnilega þarna verð ég svolítið puzzled sko. Ég myndi sleppa að spila lagið Pretty Young Thing. Pretty Young Thing. Það fyrir að gera upp á milli sko lagan. Sko fyrst er ég að horfa á þessa mynd. Já, kíktu á hana. Byrja á því. Hættum að ræða þetta. Ég vil vondskapa þessu. Can't Stop Till You Get Enough fyrir alveg að vondu titill á lagi. Út í það færið. Og Bírið hljómar rétt þessu að maður sé að hrista sig sko. Jæja, við skuldum auglýsingar eða eitthvað. Beint í það. Þú átt skilið það besta, nings og kroppurinn blómstrar. Í upphafi var orðið og orðið var undirbúningur. Í Kringlunni finnurðu fullt af allskonar fyrir ferminguna. Allt frá bindunu til borðbúnaðar og dressinu til drykkjana. Úrvalið er endalaust. Kringlan af öllu hjarta. Hún er komin aftur, nýja Corollan, og af því tilefni blásum við til stórsýningar hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota á morgun, laugardag. Sjáðu hlaðbakinn, stallbakinn og langbakinn, 3 glæsilegar útfærslur búnar öflugu hybridkerfi, milli klukkan 12 og 16 á morgun. Hver er þín típa? Toyota. Ef þú hatar frían mat, þá skaltu halda þig frá Walk-On mathöllinu Höfða á morgun. Því Walk-On er að splæsa í mat í tilefni opnunar á nýjum stað. Walk-On mathöllinu Höfða. Hollur og ferskur asísku matur. Ertu að fara í fermingu hjá barni systursonar ömmuðinnar og veist ekkert hvar áhugamálin liggja? Við höfum fullt af spennandi fermingagjöfum og starfsfólki okkar hjálpa þér að finna gjöf sem hittir í mark. Þú getur líka spjallað við okkur á netspjallinu á elko.is. Elko, einfallega lægra verð. Danska Kráin býður upp á lifandi tónlist öll kvöld vikunar. Sjáumst á Dönsku Kráni í kvöld. Den danske Krá. Núna eru öll skemmtilegu leikföngin á tax-free afslætti til sunnudags í Hagkaup. Hagkaup, meira gaman alla daga. Kannski finnur ástina hjá mér. Kannski farið bara gott að borða. Það er þó eitthvað. Bastard, brúpöp og matur. Sirius súkkulaði, gleðigjafi þjóðarinnar í 85 ár. Nú gerist eitthvað alveg nýtt. Við kynnum hybrid snjalljeppan Lexus UX. Komdu og kynstu þessum nýja og byltingarkennda bíl í Kauptúni á morgun milli 12 og 4. Lexus. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. Topp tónlist á FM 957.
Það held ég þeir að hlusta á FM 95 blöð hér í beinni útsendingu frá FM 957 og já, það er verið að leyfa okkur að smakka alla réttina hérna. Við erum í beinni frá mathöllinu upp á Höfða sem opnaði í dag. Já, ég er búin að vera í kötti, það er því miður komið á, já, segjum á hold. Já, þetta eru, sko, ég er ekki bara að segja þetta því að það er að gefa okkur þetta frítt. Þetta er sturlaðu matur hérna. Við vorum að fá burgera frá Gastrotrökk. Geggjaðir hambúrgar. Eðlilega gott. Og ég er nú málsmetandi maður þegar kemur að því. Smakka nokkra. Sko, það var sagt ykkur að kom. Þið fáið smakk frá öllum stöðunum með þér í beinni. Ok, good shit. Það er að búið að dæli okkur drastli hérna. Þetta er ekkert eðlilega gott. Þessi eftirréttur hérna frá hipstur er eitt að smakkast það eitthvað besta sem ég smakka. Já, hvít súkkulaði mús. Hvað er hipstur? Ég hef aldrei heyrt um að stað hipstur, tjúvilega þetta gott. Já, ég held ég bara nýr staður. Svo walk-on, ég hefði nefndið að smakka það áður en það var geggja. Og svo snúðandir hérna frá sæti snúðar rosalegir. Og séðan, það er okkur veist máli, hvað er verið gaman að vera bara á maturinn hans Rikka. Það er allir dagar svona. Allir dagar eru svona. Já. En við ætlum ekki að tala um mat hér í allan dag. Við ætlum að fara í spurningkeppni Gilsar. Já, það er fannir í það. Já, og það var talað um að fara í King of, hvað, að vera sköld? Bing Bold. Já, King of Bing Bold. En betur, hvernig getur Yngvi keirt trailerið minn eða það er maður að Nei, það er allir trailer að tindir. Sko, þetta verður að skjóta, já. Það er hérna, það er sem sagt bruggversmiða frá Breiðdalsvík sem er hérna, sem heitir Beljandi. Og þeir eru með sitt eigið brugg og sína eigin bjóra og við erum búin að vera að nasla hérna á þurrkuðu ærkjöti. Já, frá þeim sem er bara prótein. Já, sem er bara svona eins og bara lamb jerky. Ríkalega gott. Þetta er gott snakk. Já. Fínt fyrir sem er að kötta núti, ná sér í það. Já, þannig að við mælum með mathöllunni hér upp á Höfða. Við erum allavega að borða yfir okkur. Ok, hann að komið að spyrja keppni Gilsarans. Langar þig að vera King of Bing Bold? Jói, er þetta eitthvað sem þú vilt vinna? Ég veit það ekki alveg fyrir það. Já, þú vilt vinna þetta. Nei. Sko, ef það þýðir að vera bara svona eins og Egill Ólafsson eða Bubbi, þá já. Já, þá er það gaman, en þetta er ekki þannig. Nei, ok. Þú er alveg heyrt þessa spurningi ekki náður. Já, vill ég sannlega ekki vinna þetta. En ég er samt, sko, ég veit ekki hvað tegur þetta. Oft er ég svona með þetta, ok, þegar blöð tegur þetta. Ég er ekki viss núna. Nei, þetta er rosalega spennandi. Sko, ef við ekki bara að starta þessu, því að maður heyrist Yngvi ekki verið að kæra trailer í gang. Hann er ekki til, hann er að byrja með þetta bara. Ég var geggjað til í trailer, sko. Fannst þér leiðilegt að missa hárið? Já. Punktur og blöð Stresskast á sín tíma. Sé Joe? Ekkert, já, en samt ekkert neitt svakalega, sko. Þú bara tókst på snóðar og hjálpa á með lífið? Já, pínu, sko, ég er alveg brutally honest, sko. Þetta er ekkert eitthvað kassin út, sko. Máli, ég var ekki bara að hugsa þetta með það. Hver á að fá punkt? Hvort á að gefa manninu punkt sem var pirraður yfir því eða gæjanum einhvern veginn sem var skýt sama? Punktur á cocksucking Joe. Það er bara hann, það er 1-0 fyrir Joe. Það er bara hann, ég er ekki að vera leiður. Það er bara einn maður á landinu sem er geðveikt spenntur þegar spurningakeppnir og það er spirillin sem er alveg, það er eitthvað fallegt við það. Þetta er bara, Joe, you're in the lead núna. Thanks. Hatar að vöðamikla menn með a full set of hair? Nei. Nei. En ég skal játa það, stundum horfi á menn sem að svona, nú er kannski rættin eitthvað og veistu, er eitthvað svona norpa eitthvað og þurka sig allan og þá eru menn svona eitthvað að taka ekstra mikinn tími að þurka á sér hárið og laga það til. Það er bara svona í ræktinni. Maður hugsa bara, þetta er nú gaman að geta mausað þetta eitthvað til. En þú veist, það er svona eins langt á það, sko. Já, það var líka bara eins og við vorum að taka upp aðdun með nokkar með Rúrik. Nú er hann með hár bara nýru að raska. Hann með geggjahár. Já, og mér fannst bara á tímabili eins og hann væri að leika sér að hrista það og setja teigjun í það, bara til að pirra mig. Já, það er ekki þannig, hann er bara alltaf að setja teigjun í það. Ég veit það, maður. Hann er með geggjahár. Já, frábært hár. Geggjahár. Mér langar ekki að berja þetta. En þið hatið ekki vöðamikla menn sem eru með full set of hair? Nei, en stundum horfum við öfundraugum á þykkt hár. Ok. Punktur á hvern? Heldur þú bara áfram? Það bara fekk engin punktur á það. En hérna, hefur þú sprengt eftir að þú varst sköllóttur? Já, raketur, máramótur, já, ég hef hendi í svoleiðis. Eftir fjölskyldupakka núna daginn, það var aðeinslegt. Viltu vanur? Ég er náttúrulega bara í hjónabandi, sko. Þegar ég segi sprengt, þá meina ég samlíf. Já, ég segi það, já. Hann er eignast nokkuð börn eftir að hann var sköllóttur, þannig að... Ég er náttúrulega, sko, ég byrjaði að sprengja. Það var ekkert vesen einhvern veginn, það var bara gekk vel. Sko, málið er stóri sigurinn sá. Hætt að segja sprengt, segðu bara samlíf. Ég var orðinn vanur því ógeð þér. Ég byrjaði á samlífi fyrir skalla og hélt bara áfram
sko sama takti í samlífi. Gafst ekkert eftir. Skalla, eða jú eflaust en svona, þú veist, þetta bara svona. Ok, þú er sprengt eftir þú varst sköllóttur þannig að þú komið með 2 punkta blöð. Þú þarf punkt núna sko. Hefur sprengt? Nei, ég hef ekki stund að kynlíf síðan 2006. Ekki einu sinni. Ok, er þetta punktur á blöð? Auðvitað er þetta punktur, það að þeim. Rólegur. Hefur lendið því að vera neitað afgreiðslu í matvöruverslun? Af því að sköllóttur? Þetta hugsa þannig á þeim forsendum að það er ekki annað að hlæja. Skila þessu, þú ert ekki með hár. Afgreiðum ekki sköllótt fólk. Ertu að meina það þannig eða? Ertu að hugsa bara að hefur verið neitað afgreiðsla því þú varst full? Nei, bara þú veist. Ég hef aldrei lent í neinu discrimination sko. Ekkert út í búið, ekkert vesen. Það er rosalega bara svona eins og við erum svo heppnir þetta sé að gerast svona í seinni tíð því að Íslandi er rosalega opni fyrir sköllóttum. Þetta er ekki leikur tabú. Nei. Sko, sín er ég meina spurningu sem við reynda svörum áðan. Ég var með hann að skrifa hann að förum samt í hana. Núna er sköllóttir menn oft hærri í testa en aðri menn og þar leiðandi graðari. Myndur þú segja að þú væri above average graður? Sko. Nei, ég myndi ekki segja það. Ég sé bara svo meðal maður. Það er svo erfitt með samanburðin sko. Nákvæmlega, hvað er að vera eitthvað yfir meðal? Hvað er meðal maður? Bara þið hitti vinikar og svona fara á pubin og svona, mennir að spjalla hljómar stundum með svo, hvað er ég svona graður? Hvað er að gera? Hugsaðu það? Ég hef aldrei hugsað, þetta er ég ummaðinn ógeðisluðum mönnum á. Nei, ég held að ég sé bara sko algjört norm í þessu sko. Ég held það sko. Svona seriously sko. Hefur ykkur ruglast? Ég vann samt graðast að áðan, En hérna, þið fáið kórið punkt, þetta er ekki flókið. Hefur ykkur ruglast á þér og Ómar Ragnarsinni? Þetta var ljótasta spurningin. Akkur? Nei, bara því að maður sé bara gátt að þeff og plötuna þegar hann var með hvirfilinn og svo hárið í hliðun út allt. En svo, veist, hann er líka, hvað er hann ekki alveg góðum 40 árum eldri en ég eða? Nei, það er engin rugglast á mér og Ómari Ragnarsinni. Og ekki heldur Dr. Phil. Hins vegar klipping sem að væri sko tilvalin fyrir okkur auðvitað sem að var sko athygli mér á vakinu því daginn og það er sköllett. Hvað er það? Það er sérst skalli pluss möllett. Já, það er rosalega. Hvað er ekki það? Setja bara aftast. Já, það væri geðveikt. Það væri bara nýtur allt sem er á toppnum, nýtur hliðarnar rosa mikið og svo bindur þetta saman af. Taka sénsa. Ég er búin að segja það lengi, mér langar að skrifa ykkur á sjónvarpsseríu þar sem ég safna hári. Ok, sko, það er bara ennþá 2-1 fyrir Cocksucking Joe, sko. Hefur þetta ekki hádegisamlíf á virkum degi? Veist það, maður missir eitthvað út í sér einhvern tímann í bekknum með þessu ógeði og hann er búinn að sko, hann spurði það þessum daginn, þá var ég búinn að gleyma þessu hann bara, gott, og segja mér daginn eitthvað þegar vorum í bekknum, ég bara, já, ok, ég var bara búinn að gleyma ég lífi ekkert að hlustundum og hann kemur henni aftur inn já, ég hef stundar samlík í hátíðinu það er ekkert eitthvað reglulega, það gerist einu sinni þannig daginn gerðu þau mistök að segja þér það og kemur aldrei fyrir aftur ég verði að þykja punktana líka, þetta hefur komið fyrir já, þið skelltir heim í hátíðinu já, eða verið heima en svona bara verður maður að keyra heim, maður ekki bara hvað er alveg herðu, ok, af því að það er ekki sjómas, það er ekki myndaðilegur það Egill er ángríns grenjandi hún finnst það sjálfur svo vel gaman að þessum að já, við heyrum það ok, hefur Gella sagt við þig í miðri sprengingu gefðu mér það, you bold motherfucker Þetta er nei á mig sko ég held ég var að segja nei á þetta líka ég hef ekki bara er þetta ekki komið gott bara ég hef ekki enda þessari ég bara með langar ekki með ég veit að skuldum auglýsingar og yngver að setja þetta yngver getur ekki bara hindi ykkur og góða auglýsingar fyrir okkur þetta komið gott Munum hádegistilboðin Nings Nú getur þú sótt kreditkort í appinu Íslandsbanki Vinsælu bandarísku Kent reiðhjólin fyrir alla fjölskylduna eru komin í Bíkó. Allar pítsur á matseðli á 10 ára gömlu verði. Pantaðu á eldsmiðjan.is. Eldsmiðjan.
Auðun Blöndal skyggnist inn í líf fremstu atvinnumanna þjóðarinnar. Ég er búin að elta nokkra íþróttum en ég hef aldrei séð svona. Þau eru Katrín Tanja, Mér langar ógeðslega mikið að vera best í heimi. Halldór Helgason, Sunna Tsunami, Þú gætir lamið með eins og harðfisk eða ekki? Ég færi létt með það. Martin Hermannsson, Ólafía Kristinsdóttir og Rúrik Gíslason. Þú ert bara vélmenni. Atvinnumennir okkar snúa aftur á Stöð 2 sunnudaginn 31. mars. Tryggður áskrifti síma 1817 eða bara á stöð2.is. Það eru Lotto og Hámark sem færa atvinnumenn okkar á Stöð 2. Lunga kynnir, Hatari, GTRN, Bríett, Goss, Young Nico Drippin, Bagdad Brothers, Kælan Mikla og fleiri koma fram á tónleikum Lunga dagana 19. og 20. júlí næstkomandi. Tryggðu þér miða á tix.is. Exo Jóðellhúsinu og Smáralind. Líklega besti hotli skyndibitinn á Íslandi. Potturinn stefnir í 7 milljónir og nýja Lotto-appið stefnir beinustu leið í snjallsímann þinn. Lotto, appið okkar. Í upphafi var orðið og orðið var undirbúningur. Í Kringlunni finnurðu fullt af alls konar fyrir ferminguna. Allt frá bindunu til borðbúnaðar og dressinu til drykkjana. Úrvalið er endalaust. Kringlan af öllu hjarta. Langar þið að fá ísbjörn í húsdýragarðinn? Já, mig líka. Þangað til það gerist, þá læt ég Walk-On duga. Walk-On Borgartúni 29 og Smáratorgi Kópavogi. Hollur og ferskur asísku matur. Þú finnur lausnina í vörum Villimeyjar. Náttúran sér sína, vottað lífrænt. Villimey, virkni og veljiðan. Veldu fallegt gólfefni sem endist og endist. Epoxy er slitsterkasta gólfefni sem völ er á. Kynntu þér málið. epoxygolf.is. Nú mega páskarnir koma. Nói Sirius. Fermingarskraut og blöðrur. Partibúðir. Smirnoff kynnir, Dawn, Prins Polo, Octavian, Guskus DJ set, Flóni, þú og allir hinir á Sóna Reykjavík 2019. Tryggðu þér miða. Þú verður að prófa El Gringo American Style. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Létt. Þið að hlusta á FM 95 blöð á FM 957 í beinni útsendingu hér frá Mathöllinu upp á Höfða. Það er Auðun Blöndal, Jói Ásbjörns og Egill Einarsson sem eru með ykkur þessum föstudegi. Við erum, svona rétt að róa okkur eftir síðustu spurningu sem að, við Jói gátum báðir svara neitandi. Við höfum aldrei hendi Give it to me, you think. Ég ætla ekki að endur taka þetta. Við ætlum að róa okkur aðeins og fara í stjórnum. Ég heitti þetta á íslensku. Kottum með það sköllótta ógeður. En ekki aldrei á ennsku. Ég held ég hef aldrei verið kallað. Ég veit ekki sem hver vann þessa keppni, en þið stóðu okkur báða mjög vel. Jói var 2-1 yfir. Þeir eru báðir einhvern veginn King of the Balls. Já, takk fyrir það. Það geggjað. Deilum þessum titli. Þú ert King of Hair, Egill. Thank you. Við ætlum að fara, eins og ég sagði, við ætlum að róa þetta eins og fara í virtasta dagskrárlið FM 95 blöð frá upphæði sem eru Það eru virtasta? Já. Það er geggjað. Hann er virtast, þetta er svo eini sem er verið frá upphæði, hann og slúður. Og það er eitt þarna sem er hrossaskítur, þannig að þið þurfum ásamt hlustendum átt ykkur á hvað af þessu er lygi. Eru þið ready? Hlustendur tilbúinir? Já, það er allir ready, þá byrjum við þetta. Ef köttur snýr rassinum á sér í áttina að þér, þá vill hann kynnast þér. Þannig sína kettir að þið vilja kynnast þér með því að, bara múna þig með að setja rassin í áttina að þér. Helviti sérstætt. Já, það er fínt að menna mannfólki er ekki í sama baka. Já, ég held að þetta sé ekki satt sko. Ekki? Áttu kött eða? Nei, þetta er bara, þú veist, alltaf þú hittir ókunnaðan kött, hann svona stríkur sér upp að þér sko. Fyrir fótinn og þeir eitthvað. Það var kannski bara, þá vil hann ekki kynnast þér, það er bara einhver já, getur verið, það er reyndar. Það setur ekki raskat í þig? Getur verið, nei. Það var nú verið svona bara eins og kom fram í Jackson myndinu sko. Hvað voru krakkarnir að gera? Ekki fara hættu að ræða Michael Jackson. Hann vildi eitthvað að vera á 4 eitthvað, þetta er hræðilegt. Hver voru á 4? Allegedly vildi hann það, við erum ekkert meina. Var hann á 4 eða? Herðu, næsta. Flestir fangar í Bandaríkjunum fá eiturlyfin sín með dúfum. En dúfa getur smikla kókaini sem er að verðmæta alltaf $3.000 eða hvað er það, $500,000. Þannig að þetta er eitthvað sem ég vissi ekki. Er menn ekki að smikla sinni raskatinn á sér? Líka, en það er vist algengar að dúfur kom með þetta bara yfir
Þægilegt Mun þægilegra Þannig að þeir lenda bara á syllunni í klefaninum og rétt að þeir koka innum Sér tekur þau bara inn að línu og aldrei er betri Eða þegar þú ert í körfuboltan bara í garðinum eða eitthvað Skárra en að vera ferma þetta allt saman í raskatinu sko, miklu þægilegra Ekki þetta er allt ógeðslegt, hvort sem það er dúfað í raskatinu, bara sleppa þessu Það er náttúrulega aldrei dúfa í raskatinu Nei, það er rétt Það er, ef þú varst eitthvað að miskilja það Mér er svo gaman að fá svona entrepreneur eins og Jóa sem kemur mikinn þroska í þáttum Hvægilegt, svona einn eldri Ára næsta, þetta fannst mér mjög áhugavert Það er a Testicle Festival eða eistnaháttíð í Montana á hverju sumri Þar hittast menn og að bera saman bækur sínar Allt svo bara stærð og lögun og... Já Þetta er vist ekki feimnismál hérna í Montana á þessari hátíð Testicle Festival Mætur þú þessa hátíð, gerir niður þig Sýnir næsta manni Þetta er pungurinn að mér Hvernig er pungurinn þinn? Hann er svona Basically Það er ekki hátíð Svo kannski jugglar á næsta mann Veit ekki hvort það menn sé að juggla þessu beintin Þetta er ekki hátíð Menn að fá sig líka og eitthvað Öruglega, það er ekki alltaf hátíð Þetta er einhver svona Og ég veit að þið myndu ekkert eldast við að fara til Montana á þessa hátíð En segjum að væri eitthvað svona í Íslandi myndi að vera feimnismál fyrir ykkur að sína öðrum kallmönnum meistun á okkur Ég hef nú bara gert það Já Þú hef gert það? Já, ég fór í svona 360 læknisskoðun Já, ég er að tala ekki læknir Já, nei, þá er það Já, hvernig fórst ég 360 læknisskoðun? Ég tók bara svona eitthvað, þú veist Að skoða pungina þar? Já, bara skoða allt eins og menn eiga að gera Þetta er góð punktur og Jóa, þetta er það sem menn eiga að gera Hann tók bara, kíkti á það allt Sett hann eitthvað inn í raskat? Nei, hann fór ekki í það, ég er ekki orðinn nógu gamall Það er gert, sko Það er stutt í það Já, hann styttist Þú voru að segja okkur frá því, þú ferði það Já, kemur í beina til okkar Já, fæ ég að vera gestastjórnandi næst þér Já, þú ert strax eftir að ég kem frá Þá er einmitt þátturinn orðin 28 ára Einmitt Herðu, næsta spurning Ef einhver snertir eina af 3 miðjutánumaður á meðan þú ert með lokuð augun veistu ekki hvaða tá er verið að snerta Weird Já Blöð geti ekki búið þetta að kjafta það til en það sé alltaf rétt sko Eina er svo óþægild núna við erum ekki í stúdíónu þannig að við getum ekki verið að prófa það er fólk að borða hérna við á okkur þannig að við erum ekki bara að taka upp tætnar á okkur hérna En ef það er einhver heima í kósi núna þá má ég endilega tjekka á þessu og henda það á Twitter hvort það sé satt eða ekki ég glemdi að láta að prófa þetta Þetta er samt alveg make a sense sko ef þú til dæmis tekur bakið á venjulegum einstaklingi eins og ykkur bara og setur, þú veist spyrð hvað er ég með marga putta á bakinu þér leggur svona puttan á bakið að þá eru sko tilfinningarnar í bakinu eru þannig að þú veist ekki hvort þeir eru 2 eða 3 eða 4 eða 5 sko. Ok, þetta er bara svipað dæmi Þetta er ótrúlegt Geitungar eiga í nágrannadeilum En vilja oft ekki að sé að koma annað bú þar sem að þeir eru búin að koma búi og rífast sem nágrannar Svona suða í hvorarum Já, það er einhverjar halvu váka ég myndi ekki nenn að lenda á milli í þeim nágrannadeilum Já En geitungar eru að degi út eitthvað Ég ekki sé geitung á Íslandi alveg í 2-3 ár sem er veistla Það er kannski að því að það hefur ekki komið sumarinn í 2-3 ár Já, góðbúndur Þeir koma með sömrunu Svo er það næsta Daniel Radcliffe er þurrkar í dag en hann mætti reglulega vel í því við tökur á myndinni Harry Potter eða öllum Harry Potter myndunum Ég las þetta og fræðin var víst að gjörsanna fara með hann Þetta var bara sláandi maður er búin að vera að horfa hann að dreng Hann er fullur í öllum tökum Já, búin að horfa hann að dreng með börnunum sínum í 20 ár og svo var hann bara alltaf mölvaður bara En á þetta lifur að Galdrand, já, virðist þeirra Já, myndirnar þénuð ágætlega Bara eins og Ben Affleck hérna þegar hann var í Íslandi þá bara var hann að hella í sig þá vilja kortir í tökur og sér mætti hann bara og rúla þessu upp Hann var í hólu þar Hann er búin að laga það núna Magna með þessa menna þeir geta drukkið bara alltaf nokkur og mætt svo í tökur Ég get ekki að fara í steipustöðuna að fullu það með allir sjá Nei, það gengur ekki sko Hann púlaði þetta Svo er annað sem að Daniel Radcliffe gerði sem að mjög áhugavert en það er basically stjórnlu staðrend og ég held ég hef sagt hann einhvern hann var í sömu fötunum hann keipti sér 365 peysur og buksur var í sömu fötunum allt árið svo að paparazzandi myndi hætta eldan þannig að væri eins og var alltaf sama myndina sami dagur Var hann komin á dæluna þetta? Já, það er eitthvað sem segir Þetta er rosalega taktík maður Það er á dælunni Já, eina eftir páfagöggar feika kynlífsljóð til þess að lokka kvenkins páfagögg á svæðið Þetta er staðfest, ég átti 2 Er það? Já Og er það að þessu það? Já, algjörlega Þykjast vera stund á kynlíf til þess að fá svona aðra páfagögga til að tjekka á sér Hvað er það horseman you're out?
Á ég að fara hratt yfir? Hvað er þessi kjæftaði? Já, hratt. Kötturinn snýr rassinum, flestir í Bandaríkjunum fá eitilöfin sín með dúfum, Testicle Festival, eitthvað snerti þrjár miðjutætnar og svo var það geitungarnir í nágranna deilunum. Daniel Radcliffe var fullur alltaf og Págaugar feika kynlífsljóð til þessa. Hvað vitum við? Við vitum að Ég veit hvað kjaftaði. Ég sé bara ekki fyrir mér Al Capone í Alcatraz fangelsinu vera að fá dúu með kókain í fangelsið. Þannig við fengið þetta ekki með raskat á okkur. Þannig að þetta er manjur. Hvað segir þú, Jói? Sko ég myndi skjóta á annarkort þetta dúuatriði eða þá kettina. Ég er einhvern veginn á því að það er engin með þetta rétt. Hvað sér? Geitungar er ekki í neinum nágrannadeilum. Ég bjóð það til. Okkur býrðu til eitthvað svona leiðileg. Það er alveg góður í þessu. Þetta er ekkert eitthvað, þú veist. Það er miklu betri í þess að það var sko. Við erum í geitunga. Fáðu franskar og hætta að greina. Við fyrir mig eitthvað gott lag og svo er það 20. og annar masso. Já, klukkan er 20 mínútur í 6 fyrir ykkur sem var að spája það. Það átti nú að vera eitthvað svaðalegu stormur í gangi núna á höfuðborgarsvæðinu en mér finnst ekki eins og vera snjókoma. Hvert fór tíminn samt? Kemst alveg, já, þetta er fljótt að liða maður. Þetta er engin alvöru stormur allavega. Nei, hann er ekki komin. Sem er fínt að ég ætla í bíó í kvöld. Það stóð aftaka veður netinu aðan. Það getur ekki aftaka veður. Hvað ætlar að sjá í bíó? Ég ætla að fara á myndina Us hérna með honum sem hann leikstýrði Jordan Peele hérna sem hann gerði Get Out. Já. Það ekki Us. Já. Svo náttúrulega er stutt í myndana sem hafa verið frumsýnd á föstudaginu næstu viku. Það er The Dirt. Já, það er á Netflix ekki? Jú. Svona, bíó skástrík frumsýnd á Netflix. Svo líka atvinnumennir okkar frumsýnd í næstu helgi. Þannig að myndilega fylgjast með því. En það er hins vegar komið að Agli og hann ætlar að sjá dagskrárliðin myndur fyrir cash, myndur fyrir peningu, svo kallast það í Íslands. Já, ég er með 3 spurningar. Já. Og það eru einfaldar. Ég ætla bara að keyra mig í þetta. Auðvitað. Sko, byrjum að hitta basic. Myndur fyrir 100 milljónir vera money sim. Það segir að þú greiðir 100 milljónir og þú ert orðin money sim. Nei. En þú veist, það er geggjaðu díl. Já, ég vil bara vera ég. Ok, en money sim er í Dubai núna. Ég held fyrst að þú myndir segja að ég myndi fá 100 milljónir fyrir að vera money sim. Nei. Þetta leggja út 100. Já, ég er ferskur. Og þú ert komið með svona granít þykkt rautt hár, þykkan ham. Það er mjög eftirsonavert. Ég er náttúrulega sko elska money sim og var með honum í 20 ár. En ég myndi sennilega ekki borga 100 milljónir fyrir að skipta við hann alveg sko. Er það svoleiðis að? Já, ég myndi segja nei við þessu. Ég held að vera einhvern veginn no-brainer, þið báður hoppa á þetta en já, við heyrum að þú myndir báður einhvern veginn í. Já. Ok. Myndur að hætta að hrista þig í 2 vikur fyrir 300 skall. Hvað er þetta eitthvað? Ég held að bara ég myndi gera það fyrir 500, ég myndi gera það fyrir kipp. Ég myndi gera það fyrir kipp á bjór. Þetta er 14 dagar. Já. Má sjá, myndi ég hætta að hrista mig í 2 vikur. It's a toughie. Hvað sagði þér? Hvað fæ ég? 300? Er það eingreiðsla eða? Ég var að spá eingreiðslu. Já. Up front. Þetta er samt alveg 2 vikur og já, öllu kanni sleppti. Ég myndi sleppa það fyrir bara, fyrir flösku af Smirnoff. Já, en sko, ég meina hristingurinn sko, náttúrulega nú er ég giftur, þannig að það er ekki eins og ég sé sko sveltur. Nei, en þú hristir alveg. Já, en ég ætti auðvitað með að taka 2 vegna breyk í því. Já, það er eitthvað 300 skall. Þetta er léttasta spurning sem ég svaraði. Easy money. Í myndur fyrir cash ever. Við sögum myndur fyrir cash. Já, þá var þetta léttasta svarið. Helviti sérstætt, ég held ekki að þetta er erfitt. Nú, hvað er þetta erfitt fyrir þig? Hvað myndir þú segja? Við erum kannski ekki bara á sama level og þú í þessari greiðinu. Það betur fyrir ég að spurja og það er ekki að svara en þér fannst þessi helviti erfitt. En núna kemur og þessi er erfitt. Ok, myndur fyrir 1 milljón ESK fara í trekant með Ríhönnu og Valtýbyrni og þú borgar sér eftir 1 milljón fyrir það. Nei, það myndi ég aldrei gera. Þetta er eitthvað geðvökur. Borga fyrir það. Hvað heldur ég geti bara útiloka Valtý? Nei, þetta er win-win einhvern veginn shit sko, þetta er 1M. Nei, þetta er win-lose situation. Hvernig þá? Ég elska Valtý. Já. En ég ætla ekki Ég er svo líka bara fjölskyldum aðeins með konu og börn. Já, ég meina ef hann væri Það er fullkomið gott. Nú erum að leggja það til hliðar einhvern veginn. Báður á lausu. Já, báður á lausu. Þetta er ekki með wives, þú veist, þetta er bara þetta er leikur, hann skoðan að hafa það. Já, ég ætla ekki að vera flækita. Þú meina það báður á lausu. Báður á lausu. Þetta er 1M, þetta er Rihanna
Og Valtarinn. Af hverju Valtari Björn hann líka? Þetta er nei á mig. Já, þetta er nei á mig. Getið ímyndað ykkur þessa litlu veislu sem þetta væri? Þarftu að borga 1.000.000. Þú leggur ein út. Ein M fyrir því blöð, það er svo 5 skall fyrir lagagóm sko. Nei, heiðið þarna líðindar pjessiðið maður. Þetta er hart nei. Þetta er létt nei. Já, en sko, náttúrulega þú ert sko Valdís, stólpavinnu minn sko, elska. Já, ég elska þetta lífur. En ég ætla að blanda honum. Ég ætla ekki kynlíf með honum sko. Nei, ekki heldur. Já, ok, en ertu viss? Já. Spurðum við aftur. Þetta er einhvern veginn, það fór einhvern veginn akkurat öfugt, alla spurningarnar fóru öfugt við það sem ég held að myndi gerast. Já. Enda ert þú veikur og við skuldum þetta er einhvern veginn búið. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Smirnoff kynnir Sóna Reykjavík 2019. Dagana 25., 7. og 7. apríl í Hörpu. Langar þig í nammi? Það er 50% afsláttur af nammibörnum okkar frá föstu degi til sunnudags. Æsland opið allan sólarhringinn. Ef þú hatar frían mat, þá skaltu halda þig frá Walk-On mathöllinu Höfða á morgun. Því Walk-On er að splæsa í mat í tilefni opnunar á nýjum stað. Walk-On mathöllinu Höfða. Hollur og ferskur asísku matur. Sirius súkkulaði, gleðigjafi þjóðarinnar í 85 ár. Við stöppum og kristum ávexti frá öllum heimshornum. Frús, hið fullkomna millimál. Skópartí í toppskónum allan mars. Falinn fjársjóður af öllum flottustu merkjunum. 50-80% afsláttur. Toppskórin Smáratorgi og toppskórin Grafarholti. Tími símskeita er liðinn. Gjafakort Kringlunar er aftur á móti gjöf sem getur verið allt frá sokkum til síma. Kringlan af öllu hjarta. Enski barir hlakka til að taka mótið þér í kvöld. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Martin Garrix, Black Eyed Peas, Robert Plant, Rita Ora, Pussy Riot og svo miklu meira. Secret Solstice. Miðasala á secretsolstice.is. Stundum koma dagar þegar manni finnst maður bara eiga eitthvað gott skilið, fjandinn hafið það. Þið rekkið þetta. Grillhúsið verðlaunaði þig. Nú gerist eitthvað alveg nýtt. Við kynnum hybrid snjalljeppan Lexus UX. Komdu og kynnstu þessum nýja og byltingarkenda bíl í Kauptúni á morgun milli 12 og 4. Lexus. Vatn, malt, humlar, ger. Brúdók Reykjavík, Frakkastíg 8A. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. Disco, High Hopes, það er einmitt sem að við Íslendingar eru með fyrir, landsleik Ísland og Andorra. High Hopes, en það væri skrítið að vera ekki með High Hopes fyrir þennan leik. Er þetta ekki eitthvað sem við eigum að vinna, drengir? Jú, við þurfum að taka þennan leik. Já, og hvað byrja núna 7 eða? Hvort er það 1945 eða? 1945, já, ok. útsending 1915. Já. Þá byrjar uppbytun og þetta er leikur sem að, þú veist, það er skrítið að segja að við eigum að taka hann. Við erum Ísland, sko. Við ætlum að skella okkur EM 2020. Þá þurfum að vinna Andorra. Og þá þurfum að byrja að vinna hennar leik. Nú setjum við bara kassan út og sækjum 3-4. Og máli er þó að Hamren virðist vera eitthvað slagasti þjálfari af all time. Ertu þar eða? Sko, Eiríkur frá Hamren. Sko, þá erum við með það góða gæja inn á. Sko, Hamren til varnar, ekki það þetta sé orðinu einhver doktorfútból hérna. Og þá, honum til varnar, ég held að þetta sé fyrsta sinn sem að fara að stilla upp besta liðinu sinni því. Það er alltaf allir mittir. Við verðum með geggja liðinu í kvöld. Já, við verðum með gott lið í kvöld. Og nú þarf hann bara... Allir þessi bestu verða með. Já, í fyrsta sinn held ég á hans ferli, sveið með þá. Ég held að Hamren eigi eftir að sigla okkur áfram. Ég held að hann eigi eftir hann á bara... Já. Ég vil að sjá Hamren þegar hann tekur sér fyrsta sigur, hlaupa með fram hliðalunni, rífa svo ofan
og fá spjald. Smá passion frá Hamren í kvöld. Algjörlega. Við sjáum að hann bara eins og Moyes. Þú veist, hver tekur við að Ferguson? Þú veist, þetta bara rosalega erfitt jobb. Heimir og Lagerbakkur eru búin að vera geggja. Góða punktur, sko. Það svolítið þannig, sko. Ég ætla líka að breyta $1 í 2 yfir þessum leik. Þú vilt meina að Ísland vinni með meira en 1? Já, ég líka ég var að setja á Twitter hvað ég held að segja öruggast að betti yfir þessu leik. Ég sé það ekki gerast að Gylfi skora ekki í leiknum. Hann tekur vítin, hann sjóðandi. Hvernig skorar Gylfi ekki? 2-20. En ekki alveg stemming það að sína þetta í Keiluvöllinu, ekki? Jú, það bara Keiluvöllinu með þetta á öllum tjöldum. Getur við fengið chicken wings þar eða? Já. Getur við fengið með shake og gert hann írskan? Já. Það er svoleiðis. Er eitthvað gýri gamla eitthvað? Nei, ég meina White Russian shake. Það er fössari og það er landsleikur. Ef það er ekki stappað í Keiluvöllinni í þessu ógæsla veðru, fólk að hella að sísi og horfa landsleik og veit ekki hvað. Það verður svona 900 manns í Keiluvöllinu eftir. Eflaust, það er bara svo gaman að vera með öðrum að horfa á þjóðaríþróttir. Það er alveg sama hvað þetta ger. Svo líka ef ákom einhver stormi, ég er búin að heyra hann ætti að ganga niður samt, sko, veist, ef þú ætlar að vera fastur einhver starf á Íslandi í sólarhring, þá myndi ég vilja hafa það í Keiluvöllinni. Sjálfsögðu. Þá ertu bara í Keilu og svo leggur þig. Hvernig ert þú í Keilu, Joe, eftir að vera Ertu ömurlegur það? Nei, ég er ágætur, sko. Ég á kúlu, búið að bora hann út fyrir mig með, eftir mínum höndum og svona. Pínu töff. Sem ég ætla reyndar að láta gera. Já, og er í vinslu. Þannig að ég kasta alltaf með snúningi. Ég ákvað það fyrir einhverju síðan. Hver er betur, þú eða Manni Sim? Manni Sim er betri, sko. Það er anskot. Já. En hvernig er maður á Keiluhöll? Er maður alltaf í Keiluhöll? Nei. Já, ég náttúrulega var að muna það, þú verður 30 árinu. Já, en þú veist, ég væri til í að keila meira, sko. En þetta er svona svolítið eins og púl og dart líka, stundum ertu geggjaður. Ég veit það. Áttu rosa rönn og stundum ertu bara frekar slagt. Blöð æfir þetta, blöður í ötundildinni. Já, við klúðruðum henni á miðvikudaginn. Við vorum efstir fyrir síðustu umferð, 2 leikir, við klúðruðum. Skeistu. Komist ekki í úrslitakeppnina. Hræðilegt. Hugi fekk 97 stig í seinni leiknum, þannig að já, ég myndi að segja að Hugi hefði skitið rækilega þar. Djöfull sem ég var pyrraður út í hann. Ég ætla að læsa einsamt Spáni 4-1. Ísland? Já, ég held að við fáum á einhverjum mark. Ég segi 2-1 Ísland. Einhverjum hróða og söllum svo. Já, ég meina þetta Andorralið á, menn segja að þetta er góður kunna varnarleik, sérstaklega heimavalli. En með þetta lið inn á 0-3. Já, 0-3, ok, ég sé 1-2 og svo vona ég náttúrulega stólandi vinni Þór Þorláksson fyrir norðan. Annars er eiginlega bara komið að lokum hér í ákveð. Hvernig er helgin hjá Jóa? Bara, þú veist, tryggja barna, sko. Já, bara rólegheit og... Já, bara landsleikur og eftir og svo bara eitthvað fimmleikastöff og... Já, þetta er bara nákvæmlega eins og mér. Nei, ég held að þú er á leiðin í White Russian shake á Jóa, bara upp á Keiluhöll. Ég ætla að fá mér smá rautt yfir leiknum. Já. Ég ætla kannski að hjóla mótorhjól á sunnudaginn. Það er cool. Það er pínu töff. Það er töff að segja bara þig. Ertu komin á fulli í það? Já, svona bara smá. Vel gert. Annars þökkum við bara kella fyrir hlustuna. Jói, þú fórst á kostum. Þú átt 100% eftir að koma aftur. Ríkilega gaman að vera með þér hérna. Sömulegis, takk fyrir mig. Og já, við þökkum fyrir hlustununa og eigi góða helgi. Kæru hlustendur, við verðum mættir hér næsta föstudag og ég ætla vonið sér ekki dingsa en það var búið að nást samningur að það ég, Egill og Hjöppi aftur. Þannig að það verður eitthvað rándýrt. Endilega að tjekkja á því og eigi góða helgi. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Nú eru grísadagar. Pulled pork borgari, franskar og gos á 1490 krónur. Algjör grís til 31. mars á Dirty Burger & Ribs. Nú gildir sami afsláttur á öllum orkustöðunum og hann hækkar eftir því sem þú mætir oftar. 7, 9 eða 11 krónur á lítranum í hvert skipti á öllum stöðum orkunar. Orkan. Ertu að fara í fermingu hjá barni systursonar ömmuðunar og veist ekkert hvar áhugamálin liggja? Sjáðu allar fermingagjafa hugmyndunar á elko.is. Elko, einfallega lægra verð. Host og gott, nings og kroppurinn blómstrar. 3 fyrir 2 af öllum barnavörum frá 50 degi til mánudags. Kíktu við, Next Kringlunni. Öll kvöld vikunar á Dönsku Kráni. Sjáumst á Dönsku Kráni í kvöld.